Hefja þá fund á nýju og við erum að ræða fundagerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar nr. 1519 og fundur haldinn 20. janúar. Við höfum ennþá rætt bara eitt mál, það er mál nr. 2 sem heitir Betri samgöngur, samgöngusáttmálinn. Umræðum er lokið en það hefur verið lagðar hérna fram bókanir og það sem er næst á dagskránni er að lesa hér bókun frá vinum Mosfellsbæjar og bæjarfulltrúa Miðflokksins og forseti mun þá lesa hana hér í heyranda hljóði. Hún er svohljóðandi. Gagnkbókun bæjarfulltrúa vinum Mosfellsbæjar og Miðflokksins. Það er algjört grundvallaratriði þegar lagt er á stað í viðamikil opinber langtímaverkefni af þeirri stærðargráðu sem hér er að öll gögn og ítarlegar úttektir liggi fyrir varðandi áformaðan rekstur, fjárfestingu og þau útgjöld sem skattgreiðendur munu á endanum bera. Þessi bókun D, V, C og S-lista lýsir vel hve illa upplýstir þeir fulltrúar voru þetta verkefni þegar þeir afgreiddu samgöngusáttmálann fyrir hönd skattgreiðenda í Mosfellsbæ á sínum tíma. Það er eitt að nefna leiðakerfi strætó byggðasamlags. Í bókun sinni lýsir ónógri þekkingu þar sem rekstur og leiðakerfi strætó er utan samgöngusáttmálans. Þetta er bókun frá þessum tveimur bæjarfulltrúum, Stefáni Ómari Jónssoni og Sveini Óskari Sigurðssyni. Þá er þetta mál fullrætt að þessu sinni, þessum fundi. Forseti gefur orðið laust. Það voru 4 mál á dagskrá þessa fundar. Það var nr. 15 og 19 og bið ykkur að rita nafningar hér eða biðja orðið hérna í spjallræðinum ef einhver vil ræða eitthvað annað mál. Það birtist ekki nafn þarna þannig að ég lít svo á umræðinu sem er lokið og við getum gengið til atkvæða þá getur bæjarfulltrúar. Fyrirgefðu forseti, ég bara að þið búið að svona löng fundarhlé og ég fæ ég hálfa sekúndu til að renna yfir dagskrána. Já, bara alveg sjálfsagt. Það var verkfallslisti Mosfellsbæ nr. 1. Mál nr. 2 er fullrætt, síðan var það grasslátturinn og hirðing í Mosfellsbæ og lokum kæra til yfir fasteignanefndar. Forseti, ég óska eftir að fá að taka til máls undir mál nr. 3. Já, heyrðu, þá bara gef ég þér orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður Gunnardóttir. Já, takk fyrir. Já, sem sagt, mál nr. 2, 3, grassláttur og hirðing í Mosfellsbæ. Mér langar til að spyrja bæjarstjóra af því, hvað ræður, ég var að skoða kortið, það sem hérna, það sem eru teiknaðir upp öll sláttusvæðin og merkt eftir forgangi og í fyrsta lagi langar maður að spyrja hvort það sé ekki alveg öruggt að það séu öll svæði inni því mér skilst að síðast ef að fara í útboð þá hafi vantað einhver svæði, hvort það ekki búið að kippa því í liðinn, en mín megin spurning til bæjarstjóra hvernig stendur á því að þverholtið frá hringtorginu við Skeiðholt, þá er þverholtið í norðurátt í einhverja metra í fyrsta forgangi en afgangurinn af því niður að Álfatanga í öðrum forgangi. Það skiptir ekki einu sinni miðja götu, Hvað ræður því að það er sem sagt að heildstæðri götu eins og þarna er og heildstæðri sem sagt það er heildstæð gróður þekja. Hvað ræður því að þessu skipt svona? Já, það er bætt spurningu til bæjarstjóra Haraldar Sverrissonar. Ég ætla að gefa þér orðið, Haraldur, gjörðu svo vel. Já, forseti, nú er ég bara ekki alveg viss. Ég gerir bara ráð fyrir því að það sé, það eru mismunandi sláttusvæði hérna í Þverholtinu. Sum eru nær götunni og önnur eru lengra frá. Ég grunar að það sé eitthvað svoleiðis sem ráður þessu, en ég get bara spurt sérfræðingana hér á umhverfissviðinu
hvað það og komið þeim upplýsingum til þín, en ég er ekki með þetta hraðbergi nákvæmlega forgang á þessum svæðum með öðrum. Má ég þá koma í annað skipti, forseti? Já, gjörðu svo vel. Já, bara takk fyrir að bjóðast þess að skoða þetta, en hvað varðandi þessi grasvæði eru eins niður alla götuna. Það er það sem er svo sérkennilegt þarna, og ég rak strax augun í því að fara að skoða þetta. Auðvitað er þetta ekki eitthvað stórkostlegt mál, en ef það verður góð grasbretta þá verður skringilegt að allt í einu komið kafgras, þú ert komin 50 metra niður götuna, en það verður ágætt að fá skýringu á þessu ef bæjarstjóri vildi kanna það fyrir mig. Haraldur, ertu búin að biðja orðið aftur? Það er ekki líð. Já, er ég með orðið? Já, gjörðu svo vel, aftur. Já, bara framhaldið þessu, sko, ég veit ekki til þess að sé bara breytingar, sko, á forgangi í þessari götu frá því sem er verið eða á fyrirkomulaginu, þannig að þessi gata hefur nú alltaf litið mjög vel út í hvað var það sláttinn, en ég skal komast að því hvað nákvæmlega þarna veldur. Orðið er leyst þetta mál bæjarfulltrúar, grassláttur og hirðing í Mosfellsbæ 2022-2024. Ef einhver vill ræða málið, þá er þetta skrifa þetta í spjallið, svo virðist ekki vera, þá er umræða lokið um það mál. Ég gef orðið laust það sem út á stendur ennþá. Ekkert nafn birtist hér á spjallfræðinu, þá lítið svo umræðan svo lokið og við séum tilbúin fyrir. Ég óska eftir orði. Þú óskar orði. Skrifaðu? Ég skrifaði orð til allra. Klukkan 17 mínútur. Já. 17:22. Gjörðu svo vel, annars er ykkur endútir. Það stendur nú 17 mínútur hjá mér, en það skiptir nú ekki öllu máli. En mig langar þá að beina annarri fyrirspurn til bæjarstjóra, og það er varðandi 4. dagskrármáli, kæra yfir fasteignanefndar. Já, bara svo ég grípa henni fram í að afsaki, það er sem sagt ég held þú ætlar að spyrja frekar um grassláttin, en það er bara lokið, allt í góðu, og þú kýst að ræða 4. mál og afsaki, þú hefur orðið. Já, takk fyrir, já, mér langar bara að, ef að bæjarstjóri gæti farið bara svona aðeins yfir máli, skýrt út hvað hvað deilan stendur þarna. Það er, svo ég lesi það upp hvað máli heitir, það heitir kæra til yfir fasteignanefndar, óskað umsagnar Mosfellsbæjar, og það er beint spurningu til bæjarstjóra og ég ætla að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur Sverrisson. Já, það var nú forsögu af því að það komi erindi inn í bæjarráð. Ég held að það hafi verið síðastliðið haust, ég man ekki nákvæmlega hvenær, þar sem frá veitum, þar sem er óskað eftir því að mannvirki þeirra þarna við borholuna og inni við Varmá sem dælustöðin þau eru skilgreind í annan flokk, ekki sem atvinnustarfsemi, heldur sem var það ekki bara skilgreind sem hlunnindi, og það þýðir þá að ef svo væri þá ættu þau jafnvel að fara í annan flokk. Bæjarráð hafnaði þessu og taldi að þessar eignir að fasteigna væri rétt skráðar, og í framhaldi af því þá beina veitur þessari kæru til yfirfasteignamatsnefndar til þess að fá úr þessu skorið, og mér skilst nú þeir séu að þessu í fleiri sveitarfélögum en hjá okkur. Þannig að þetta sé ágætt að þetta fari bara þangað, og þá fáum við það svart á hvítu, hvað er rétt og hvað er rangt í því. Takk fyrir. Þetta mál er fullrætt, 4. mál, orðið ennþá laust, það er enda bara eitt eftir þá til umræðu, 1. málið. Það er engin beðið orðið það mál, og þá lít ég svo á umræðum þessa fundargerð sem lokið, og við göngum til atkvæða bæjarfulltrúar. Þessi staðfest að þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru beðnir að gefa þetta í kynna hérna á spjallfræðinum, að hlaðast inn atkvæðin.
Allir búnir að og þetta staðfest með 9 atkvæðum. Þá komið að nefndunum. Eins og ég gat upp að það eru 5 fundargerðir frá nefndum. Við byrjum á fjölskyldunefnd. Allt voru þetta nú fjarfundir. Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar hélt fund í fjarfund sem sagt, 18. janúar síðastliðinn. Það var fundur númer 315. Þarna voru 3 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Einhver sem vill taka til máls það. Þessa fundargerð. Reyndar 2 bæjarfulltrúar. Það fyrstu tekur til máls Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég ætla að taka til máls undir liðnum 3.1 lykiltölur fjölskyldusviðs. Gjörðu svo vel. Þakka fyrir. Ég ætla að fara hratt yfir sögu í þessu, þar sem að þetta náttúrulega heilmikið og viðamikið og kannski gott að aðrir taki til máls þetta stóra mál sem að svona hluti af þeim aðstæðum sem fólk hefur búið við undanfarin misseri. En þetta má sjá að fjölgar aðeins í þeim sem kalla eftir fjárhagsaðstoð, þá líklegast fyrir jól þá og samkvæmt tölum þarna er að fjölga málum talsvert á milli ára varðandi barnaverndina, tilkynningar og hafa þeir farið úr 432 tilkynningum fyrir 2019 í 496 2020 og svo 2021 í 541 tilkynningu. Og þarna vil ég kannski fá upplýsingar aðeins það, sé þess einhver kostur að svara því, hvort að þetta sé endurtekið sama mál. Það er illa hægt að sjá hvort að þetta sé fjölgun sem slík á nýjum tilfellum eða fjölgun eða endurtekning. Þannig að þetta veit ég að innan fjölskyldunefndar hafi verið rætt. Ég held því bara ef ég man rétt að fulltrúi Samfylkingarinnar hafi gert athugasemd við þessar skilgreiningar eða þannig að þetta sé ekki nógu skýrt. Nú síðan er fjölgun í öllum þessum liðum sem að maður hefur nú heyrt almennt í umræðinni að sé fylgikvillar svona erfiðleika eins og við erum að gangi í gegnum þetta COVID og annað slíkt. Og síðan bara myndi ég segja líka til að benda á þessa biðraðir fyrir börn sem eiga í erfiðleikum, til dæmis í Brúarskóla sem hefur verið að taka við börnum með slíka erfiðleika hafa leitt til þess að þegar uppákomur verða í þessu umhverfi barna að þá fara þeir aftur í sama skólan þrátt fyrir slíkt þannig að það sem ég velta fyrir mér ef séð fyrir það að í framtíðinni muni þetta eitthvað lagast. Ég heyrði í fulltrúi kennara í Kastljós í gær þar sem að var að kalla bara hreinlega eftir peningum í málaflokkin og ég svona spyr kannski, ég veit að formaður nefndarinnar er ekki hérna, en ég kalla bara eftir kannski umræðu þetta mál, hvaða bærinn getur gripið til. Það er til dæmis teymi sem heitir Vestur-Austur sem hægt að kalla inn í skólan og svo framvegis. Þannig að ég bara kalla eftir því hvort að við erum að vinna eftir hefðbundni áætlun eða hvort við erum að fara að stefna í að bæta í þessi viðbragð við ástandinu sem vaxandi er. Já, við heldum við áfram með mældagskránna þetta mál. Valdimar Birgisson bæjarfulltrúi er búinn beðið orðið. Þetta er sem sagt fyrsta mál á dagskrá. Lykiltölur fjölskyldusviðs. Gjörðu svo vel, Valdimar. Þakka þér fyrir, forseti. Mér langaði að
að svona spyrja spurningar líka, kannski að spyrja hérna bæjarstjóra líklega. Það kemur þetta fram undir félagslegu leiguhúsnæði að að á árinu 2020 voru fjöldi úthlutunar 3 og í sem sagt janúar og desember en sem sagt árinu 2021 eru úthlutanir 4. Það kemur líka fram biðlista, skrá fyrir neðan þar sem talað um biðlista og það svona stig þar. Ég geri ráð fyrir að það sé þarfagreining á því hversu mikið þörfin og þar kemur fram að biðlisti 8 og hærra það bíða 11 á þessu ári. Það var sem sagt 4 sem fengu úthlut og 11 bíða í einhvers konar bráðaafstöðu, í einhverju neyð gerir ráð fyrir. 19 og 5 til 7. Mér langar að spyrja því hvort að sé til einhver greining á því hvað þessi biðlisti langur. Nú hefur haft samband með fólk sem hefur verið alltaf 3 til 4 ára að bíða og mér langar að spyrja hversu langur biðlisti í Mosfellsbæ eftir eftir félagslegu húsnæði. Já, þú leikir máliðinu, Valdimar. Það er spurning til þín bæjarstjóri, meðal annars biðlista og eitthvað fleira menntalega, en ég ætla að gefa þér orðið, gjör svo vel. Svona, og heyrist í mér það ekki? Já, það er rétt, það er nú ekki hér á þessum fundi frá fjölskyldunefnd, formaðurinn er forfallaður, þannig að ég er nú ekki svo sem inn í þessu alveg, í smáatriðum. Fyrsta lagi fjárhagsaðstoðina, já það er rétt, hún jókst aðeins undir lok ársins og það er nú árstíðarbundið, gerist nú yfirleitt í janúar í kringum jólin. Ég skil málið rétt en það er kannski rétt að það komi fram að fjárhagsaðstoð á árinu 2021 var töluvert minni eða lægri eða minni heldur en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Það er að segja að sem betur fer var þörf fyrir fjárhagsaðstoð minni heldur en við höfum áætlað og það er gott. Já, og svo með barnaverndarmálin, já, þeim hefur fjölgað og það er bara þannig, virðist vera á öllu landinu, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu í þessu ástandi, COVID-ástandi og svona þeim hægminnisaðstæðum sem hafa skapast í því, þá hefur barnaverndarmálum fjölgað og það er verið eftir ég sem best veit að greina það og fara yfir það og svona athuga hvað til ráða en svona það reynir greinilega á heimilin meira heldur en ella þegar að svona fólk í sóttkví einangrun getur ekki sinnt sínum skóla, sínum störfum og svona hið eðlilega venjubundna heimilislíf fyrir skorðum. Þannig að þetta það sem öll sveitarfélög er að glíma við núna, fór nú hægar af stað hér í Mosfellsbæ, heldur annar staðar en svo fór þetta að fjölga líka svona á síðasta ári, eins og var svona niðurstaðan annars staðar. Þannig að þetta verkefni sem fjölskyldusviðið að vakta mjög grimmt og greina og skoða og vonandi gengur þetta tilbaka þegar að við þurfum að geta að lifa svona eðlilegu lífi aftur, ég má orða það þannig. Ég verð að viðurkenna að ég bara náði ekki spurningunum brúarskóla eða hvað það, skildi ekki hvað var verið að spurja. Þannig að annarkoð þarf að endurtaka spurningunni eða senda hana. Mér fannst nú reynda að vera svolítið sértæk eða skildi hana þannig, en kannski er rétt að fá hana bara að senda og svarinni þannig. Hvað var það félagslegt leiguhúsnæði? Já, það er biðlisti eftir félagslegu leiguhúsnæði og það er rétt sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Valdimari að þessu er forgangsraðað, það er að segja eftir þörf og ég held nú reyndar að biðlistin komi fram þarna í þessari skýrslu, það er að segja það séu þessi fjöldi sem hann getið það svona
efast það að nokkuð sveitarfélag geti útrýmt biðlistum félagslegt húsnæði og hann því miður alls staðar og þannig að fólk í mismunandi mikilli þörf fyrir félagslegt húsnæði og sumir eru bara nánast á götunni og þá er gripið til ráðstafana til þess. En því miður þá það þannig við höfum verið að fjölga okkar félagslega húsnæði hér á síðustu árum og það gert ráð fyrir fjölgun á þessu ári. Þannig að þetta svona hlutur sem að til sífelldrar skoðunar. Já, Valdimar. Inn á tjattið mikil bið í Brúarskóla. Já, við skulum aðeins bíða. Ákveðnar þarfir rata aftur í skóla á höfuðborgarsvæðinu sem hafa ekki burði til að taka á erfiðum málum sem fjölgar. Ég get ekki svarað þessu, það þekkit ekki. Ég ætla þá bara fá þessa spurningu senda og við getum svarað henni sérstaklega. Já, ég ætla aðeins að grípa fram í hérna að við notum spjallið mjög gott en eins og ég nú áður komið minni mig að við skulum ekki vera með spurningar í spjallinu. Heldur bara einfaldlega að bera það fram sko. Og fá svör hjá þeim sem að mann kjósa eftir að svari. En bara svo ég grípi þetta, Valdimar Birgisson, bæjarstjóri talaði að fá kannski greinilegri spurningu. Ég ætla, ef þú kýst, þá vil ég gefa þér orðið aftur og ef þú vilt fá orða þessa spurningu betur eða öðruvísi. Ég var að meina spurningu frá Sveini Óskari, ekki frá Valdimari. Já, Valdimar rendi Brúarskóla líka ekki sett. Nei, það var Sveinn Óskar. Nei, afsakið, ég nú að miskilja það. Heyrðu en þá skulum við halda okkur bara áfram með fundaformið og það einn bæjarfulltrúi á mælendaskrá. Það Kolbrún Þorsteinsdóttir. Ég ætla að gefa þér orðið, Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég bara finnst þetta góð umræða. Ég held að þurfum einmitt að ræða þetta og að ég held að staðan hjá okkur sé bara svipuð og öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og eins og bæjarstjóri nefndi að þá eru að koma í ljós og það sést í þessum gögnum og það kannski þá verið hærri tölur í nóvember að þá það að koma í ljós að heimilin hafa farið misjafnlega út úr þessu COVID ástandi og börn sem hafa verið að glíma við eitthvað eru þeim líður verr í skólanum en ella og það einmitt það sem var vitnað í viðtali í Kastljósinu í gær sem mjög gott og ég bara held að það sé mjög mikilvægt að bæjaryfirvöld í hverjum bæ séu einmitt vakandi við þessu og ég þreytist ekki á að vitna í farsældarlögin sem voru samþykkt um áramót að því að skólakerfið okkar náttúrulega orðið einhvers konar skólavelferðarkerfi. Þetta ekki bara snýst ekki bara að dreifa bókum og búa til próf. Við erum með börnin í fanginu allan daginn og úlingan ekki síður sem eru að glíma við alls konar afleiðingar út af þessu COVID ástandi. Þannig ég held að þessi nálgun sem að ráðuneytin eða ráðherrar barnamála, hvernig hann svona bregst við og hefur leitt þetta verkefni mjög vel áfram þá held ég að við séum að allt skólafólk sé komið með þessi gleraugu upp að það þurfi að mæta þessum börnum og þarna kemur líka inn í þetta skóli án aðgreiningar og hvernig rauninni skólakerfið okkar að breytast mikið og ég held að það sé mjög mikilvægt, sérstaklega nú á tímum þessa heimsfaraldurs að vera vakandi yfir þessu og eins og mér sýnist einhvern veginn bara fjölskyldusvið okkar vera að gera og fleiri og ég veit að borgin til dæmis, ég hef sagt þetta við ykkur áður og þið veit þetta örgulega líka að borgin að berðast mjög vel við þessu líka með ákveðnum breytingum í skólalag og frístundar og velferðarmálum hjá sér og ég held að við horfum öll til borgarinnar þannig að ég held að þetta verði stóra áskorun okkar sveitarfélaganna á næstu árum, næsta ári bara að greiða úr þessum hnútum sem hafa myndast í kjölfar COVID. Já, Anna Sigríður Guðnadóttir, þú næst á mælendaskrá, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, takk fyrir. Mér langar eiginlega að
sko, taka upp tvennt þarna í þessu skjali sem heitir Ríkitölu fjölskyldusviðs, sem samanburður milli ára. Í fyrsta lagi, sko, þá langar mig að nefna hérna, sko, félagslegt leiguhúsnæði. Því ég heyrði ekki betur en bæjarstjóri hefði sagt núna áðan að það hefur verið lögð áherslu á að fjölga því. Þessar tölur allavega að gefa það ekki til kynna því að það fækkar eina íbúð frá árinu hérna 2020 en það fjölgar eina, það er semst eini viðbót sem framleið. Þannig að það sér allavega ekki stað þarna. Og mér langar að spyrja bæjarstjóra hvort að það sé rangt muna hjá mér, sko ég man ekki betur en það hefði átt að bæta við eigin íbúð í fyrra. En þá leiðréttir hann mig ef það er rétt, en einhvern veginn var það fast í hausnum á mér að það hefði átt að gerast. Og svo langar mig, og ég veit að þetta er kannski pínu ósanngjarnt vegna þess að formaður fjölskyldunefndar er ekki viðstaddur þennan fund og hefði örugglega getað skýrt þetta vel út. En mér langar til þess að benda og þarna í sko varðandi biðlistana að núna náttúrulega engin biðlisti eða semst já, þeir sem að röðuðust með 1-4 stig komast ekki lengur inn á biðlista vegna þess að þeir uppfylla ekki skilmerki fyrir hérna húsnæðisaðstoð og það voru 6 aðilar á árinu 2020 og sem sé 0 í fyrra. En biðlisti með 5-7 stig hoppað upp í 19 og ég gerir ráð fyrir að þessi tala sem sé það er ekki hérna það er einn aðili per fjölskyldu þarna inni þannig að við séum að tala um í raun og veru 19 fjölskyldur þarna og 8 stig og hærri sem það fer í 19 úr 8 árið áður. Og biðlisti sem með 8 stig eða hærra sem hlýtur bara að vera mjög mikil neyð hjá því fólki, þess að það er sem sagt að það skorar hæst og þar eru við með 11 og voru 9 árið áður. Þannig að það er greinilega sko mun meiri þörf heldur en við erum hérna, hvað ég að segja, hérna auðvitað það þó verður gott að losna við biðlista þá held ég það sé alveg rétt sem hér er komið fram að það verður örugglega seint sem engir biðlista verða eftir svona aðstoð en biðlistin hjá okkur er orðin og fólk í mikilli þörf er orðin þetta er orðin ansi stór hópur og mér langar til þess að spyrja en ég skil það vel ef að því að formaðurinn er ekki staddur hérna það verður kannski erfitt að gefa mig fast svar núna á þessum fundi. En mér langar bara til þess að spyrja, það voru 6 á biðlista með 1-4 stig árið 2020 sem eins og ég sagði er dottin út, þú kemst ekki inn á biðlista með svona fá stig. Fór eitthvað af því fólk inn í þennan 19 manna fjölda með 5-7 stig eða er það bara algjörlega hrein viðbót þar, frá 8 upp í 19 árið 2021? Þetta er nú svona tvennt sem að mig langaði að bera upp hérna. Já, ég ætla að gefa Haraldi orðið ef hann vill bregðast við þessari spurningu frá bæjarfulltrúa annars önnur Sigríði. Já, varðandi sko félagslega húsnæði, ég man ekki betur en það hafi verið gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að fjölga eina íbúð með skosti, eignar íbúð. Það var verið að selja raðhúsaíbúð upp í hérna Reykjahverfi. Ég þyrfti nú bara að fá að skoða það bara aðeins betur hvernig það allt saman raðaðist inn. Það aðeins dottið úr kollunum á mér og ég get nú bara komist að því en það var verið að gera tilfærslur á eignaríbúðum okkar til þess að reyna að koma betur til móts við þær fjölskyldustærðir sem var verið að óska eftir. Þess vegna höfum við farið meira út í leiguíbúðina til að auka sveigjanleikann í kerfinu því að það er svolítið misjafnt eftir bara árferði og árum hvar skóginn kreppir helst, í hvers konar íbúðir þarf að hafa. Og það hefur verið svolítið svona handleikur og púsluspil að raða þessu svona saman. En ég þyrfti að fá bara frekar upplýsingar á það hjá fjölskyldusviði hvernig þetta allt saman, það er ekki alveg í kollinum á mig núna, hvernig þetta endaði með kaup og sölu á íbúð. Það voru ýmsar transaksjónir
með þær á árunum 2021. Hvað var það í biðlistana, þá er ég svo sem ekki alveg með þessa stigagjöf á hreinu heldur, en sko ég get þó sagt það að það er náttúrulega þessi stigagjöf endurgerð eða endurmetin, minnst kosti einu sinni á ári, og það er örugglega tilfærslur milli þessara flokka, eitthvað, þar að segja þörf fólks getur breyst, bæði getur hún einhver stundu batnað og stundu versnað, þannig ég er nokkuð viss það að það hefur verið eitthvað ferðalag á milli þeirra sem eru með 1 til 6 stig og þeirra sem eru svo með 5 til 7 stig. En nákvæmlega hvað það get ég ekki svarað nema að afla mér upplýsingar nánar það. Já, þá ætla ég að gefa Valdimar Birgissyni orðið, bæjarfulltrúa. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir það, forseti. Já, ég þakka bara fyrir svörin og gera mig grein fyrir því að við erum kannski að spyrja svona einhverja dítilegra spurningar hluti sem kannski ekki á takteinunum hjá bæjarstjóra og það vantar formann fræðslunefndar. En fjölskyldunefndar segir, afsakið. Og auðvitað er þannig að aðstæður fólks breytast og jafnvel á, eins og ég sagði áðan, var einhver skjólstæðingur sem hringdi mig og var búinn að bíða í 3 ár. Og auðvitað breytast á svona löngum tíma, þá breytast aðstæður. Það kom líka fram að við stæðum okkur bara eins og önnur sveitarfélög. Það náttúrulega gagnast þessu fólki ekki neitt, að við séum að meðaltali betur en einhver annar. En hins vegar held ég að sé líka rangt. Við skerum okkur svolítið úr þarna, það er sveitarfélagi, Mosfellsbær, Garðabær og Seltjarnarnes skera sig svolítið úr varðandi fjölda félagslega íbúa. Þær eru langfæstar í þessum bæjarfélögum. Þær eru yfir fleiri í Hafnarfirði, fleiri í Kópavogi og náttúrulega miklu fleiri í Reykjavík og það eru að tala per íbúa. Það er kannski ein leiðin til að losna við biðlista, fólk flytja eitthvað annað. Ég held að þarna þurfum við að gera betur. Við þurfum að fá fleiri leiguhúsnæði og ég er sammála bæjarstjóra með það að það getur líka verið ágætislaust ef hún er fær að leigja íbúðir fyrir okkar skjólstæðinga. Þá heldum við áfram með mælendaskránna og næstu tekur til máls Sveinn Óskar Sigurðsson. Já, forseti, ég ætla nú bara að taka undir með Kolbrúnu Þorsteinsdóttur þegar hún fjallaði varðandi börnin og skólana að skólinn er orðinn að stórum hluta líka einhvers konar úrræði fyrir börn sem vegna þess að við erum með skólaára allir og þetta er orðið flóknara og þyngra heldur ég býst við að margir stjórnendur skóla hafi búist við og umræðan í Kastljósi í gær þessi mál lýstu stöðunni mjög vel og ég held að einmitt vegna þessa þá sé mjög mikilvægt að skoða eins og fyrrverandi formaður Kennarasambandsins nefndi þarna að framundan er talsvert álag. Þannig að ég bara þakka gott innlegg frá Kolbrúnu í þessu efni og vildi bara ítreka það og koma að þessu máli með þetta í huga og svo vil ég bara minnast á að það voru fjölda annara mála þarna inni sem voru athyglisverðir. Þá tekur næstu til máls Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Haraldur. Takk forseti, bara aðeins út af þessum biðlistum aftur og fjölda íbúðana. Já, það er örugglega rétt að það séu færri íbúðir í Mosfellsbæ, Garðabæ og Seltjarnarnesi heldur en í Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjavík. Fjöldin fer náttúrulega líka eftir þörfinni og það er ýmsar leiðir til þess að raða á þessa biðlista og hvernig þeir eru. Til að mynda held ég að það sé mjög erfitt að bera saman biðlisti Reykjavík og Mosfellsbæ því að í Reykjavík minnir mig að þú þurfum að hafa búið þar í 3 ár með lögheimili til að komast yfirleitt á biðlista. Hér í Mosfellsbæ er það nú 6 mánuðir
Þannig að hérna, ef ég maður rétt, þetta var mér skostið svona, kann að hafa verið búið að breyta sig eitthvað nýlega, en ég held þetta sé samt svona, og þannig að þetta eru svona hluti sem oft erfitt að bera saman, sko, og það hefur til að mynda verið kvartað mjög yfir því í Reykjavík að fólk komist bara ekkert á þessa biðlista því að það geti ekkert búið í sveitarfélaginu svona lengi til þess að í einhverjum neyð eða með ekki neitt til þess að komast þar. Þannig að það er margt í þessu sem hafa að bera í huga. En aðalatriðið það að við þurfum bara að gæta vel á því að reyna að sinna þessu málaflokki eins vel og kostur er. Þetta er mikilvægur málaflokkur og mikilvægt að við getum aðstofað fólk sem er í erfiðum aðstæðum og í neyð. Þannig að við reynum að standa okkur eins vel í því og við getum. Þess vegna erum við að gera ráð fyrir fjölgun íbúða á árinu 2022 fyrir félagslegt húsnæði. En það má örugglega gera betur og eins og örugglega mjög mörgum. Jæja, ágætu bæjarfulltrúar, það er nú komið að því að við förum að greiða atkvæði þessa ágætu fundargerð. Forseti, örstutt leiðrétting. Já. Það er bara, ég nefndi að Ragnar, örstutt Ragnar er enn formaður kennarasambands, það hefur skipt í apríl. Ég taldi hann vera fyrrverandi og þessi nýbúið að kjósa hana. Já, það er leiðrétting við það sem kom fram í máliðinu fyrr. En jú, það er nú reyndar hér Anna Sigríður Guðnadóttir. Já, forseti, ég ætla ekki að ræða mikið meira þetta, það er alltaf erfitt þegar formaður fjölskyldunefndar er ekki á staðnum, en ég ætla bara að koma á framfæri upplýsingum, það eru 12 mánuðir í Reykjavík, ég var að lesa skjal hjá þeim reglur félagslegt leiguhúsnæði. Það eru 12 mánuðir sem fólk þarf að hafa búsetu. Annað var það ekki. Þá lít ég svo á ágætu bæjarfulltrúar að við séum tilbúnir að afgreiða þessa fundargerð. Og við gerum það hér á rafrænan hátt í spjallinu. Þessi staðfesta þetta fundargerð frá fjölskyldunefnd frá 18. janúar eru bennir að gefa það til kynna hér á spjallinu. Atkvæðagreiðsla er hafin. Og það er úrslit liggja þegar fyrir, það er staðfest með 9 atkvæðum. Þá förum við næsta fund sem var fundur hjá Lýðræðis- og mannréttindanefnd. Það var fjarfundur eins og aðrir fundir sem við tökum til umfjöllunar hér. Þetta var fundur númer 25 og þarna vorum 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. En þennan fund og þessi mál, þessi 2 mál, það kveður sig engin hljóðs en þá er mér óvægt að líta, þarna kom á síðustu sekundu hér orð og Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið og ég ætla að gefa henni orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Takk fyrir það, forseti. Mér finnst forseti farin að gefa ansi hressilega í alltaf maður þarf að hafa smá tíma til þess að renna yfir á sínu litla skjá dagskráraatriðin, þannig að svo ég komi nú bara þeirri umhverftu minni til skila. En það er Lýðræðis- og mannréttindanefnd og mér langar til þess að ræða þarna málefni númer 2 og ég vil bara lýsa því ég er bara, þetta snýst tillögu sem ég lagði fram og hún í annað skipti sem ég lagði hana fram í annað skipti sem fór til nefndarinnar og núna er nefndin að fara að vinna í henni og felur forstöðumanni þjónustu- og samskiptadeildar að rita minnisblað og með leyfi forseta ef ég fæ að lesa bókun nefndarinnar það með hvaða hætti tillagan fellur á núverandi verkefnum í aðgerðaáætlun lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar og fjallum mögulega framkvæmd og kostnað við tillöguna. Og svo bætaði við loks verið við ritun minnisblaðsins fjallum ólíkar leiðir á sviði íbúasamráðs. Þetta er bara mjög gott, ég er mjög spennt að fá þetta minnisblað, ég bara bendi á að þessi tillaga, hún er ekki uppkokkuð og bara tekin úr lausu lofti. Þetta er bókstaflega tillaga að framfylgja lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar
og í lýðræðisstefnu Mosfellsbæ koma þessir þættir fram, en það var valið að gera titil málsins þarna inni, sem sagt, tillaga bæjarfulltrúa S-lista um formlega fundi með hverfafélögum og aðstoð við stofnun slíkra félaga, en einn hluti af tillögunni var líka að bæjarstjórn héldi almenna fundi í hverfum bæjarins árlega, þar sem sérstaklega yrðu tekin fyrir málefni sem tengjast viðkomandi hverfi og brenna á íbúum. Og það bara tillaga almenna fundi, ekkert í tengslu við einhver hverfafélög, heldur að bæjarstjórn fari út til fólks og gefi færi á sér til samtalsins. Og ég er ekki að nefna þetta hér vegna þess að ég held að lýðræðisnefnd eða forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar gleymi þessu atriði í tillögunni. Ég vildi bara ítreka þetta. Ég held að þarna getur bæjarstjórn gert svo miklu betur í samtali við bæjarbúa. En ég vildi bara koma því að ég er ánægð með þessa afgreiðslu nefndarinnar og bíð spennt eftir minnisblaði frá forstöðumannum. Takk fyrir. Já, og Valdimar Birgisson, þú beðið orðið þetta sama mál. Svo ég lesi það nú hér, þetta snýst tillögu bæjarfulltrúa S-lista formlega fundin með hverfafélögum og aðstoð við stofnun slíkra félaga. Þannig var það í boði dagskrá frá þessari nefnd, lýðræðis- og mannréttindanefnd. En gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir. Ég tek undir þessa tillögu. Mér finnst það góð tillaga að því leytinu til að fara og opna samtal við hverfafélög. Og það bara svona í anda aukins lýðræðis, aukin íbúðalýðræðis og ég held að sé bara mjög til góða. Mér langaði samt aðeins að svona benda á eitt sem ég fór að hugsa sko, af því að samkvæmt þessari tillögu þá á að funda á bæjarstjórn, að funda með stjórn hverfafélaga og svo íbúafundi í hverfunum. Það sem sagt 2 fundir sem bæjarstjórn þarf að sitja með hverju hverfi. Og þá fyrir að hugsa að byrja hvað mörg hverfi í Mosfellsbæ, hvað þetta hugsanlega mörg hverfafélög og þau geta verið alltaf 10. Og það myndi því að 20 fundir fyrir bæjarstjórn. Og ég held að það sé svolítið mikið í lagt. Bara benda á þetta atriði. Þetta svona praktískt atriði sem mætti kannski laga. Já, Anna Sigríður, þú varst búin að biðja orðið aftur. Já, bara eiginlega bregðast við innleggi Valdimars og þakka fyrir stuðninginn við tillöguna frá honum, ég ætla ekki vona á öðru, en ég held að sé allir alveg sammála stóru línun í þessu. Það sem Valdimar nefnir bara úrlausnarefni, það bara verkefni sem þarf að finna lausn á en ég bendi á að það eru ekki svo mörg hverfafélög núna og auðvitað mætti bara byrja á að bæjarstjórn færi og tala við fólk. Mér finnst það aðalatriði, að bæjarstjórn tali við fólk. Fari út til fólks til þess að tala við það. En það kemur örugglega koma einhverja fína tillögur, en enda var það hluti til það sem forstöðumaður átti að gera, að koma með svona einhverja tillögur í þessu máli. Takk. Já, forseti hefur nú sagt sjálfa sig á mælendaskrá einmitt þetta mál og mér langar aðeins að koma inn á það sem að bæjarfulltrúarnir Valdimar og Anna Sigríður voru að tala í sambandi við þáttöku eða að bæjarfulltrúar að bæjarstjórn fundi með einstökum hverfafélögum. Það sem ég þekki best til í Mosfellsdal, þar búið að starfa íbúafélag í 35 ár það bil. Og þar hefur alloft verið fengið gestir til að tala á slíkum fundum, embættismenn frá Mosfellsbæ og einu sinni var verið að kynna símalagningu þar og svo framvegis. Þannig að bara svo áréttað að það virkar líka að þannig að grasrótin kallar bara menn til fundar og það hefur verið að funda vegamáli í Mosfellsdal og sérfundur fyrir nokkrum árum og þar mætti bæjarstjóri og fleiri. Þannig ég bara, svo ég nefni það, þessi íbúasamtök heita Víghóll.
En hér hefur beðið orðið þetta mál Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir. Þetta er athyglisvert mál, en ég vildi benda á að við vorum að afgreiða hérna mál númer 1 í bæjarráði, fyrstu málið sem við vorum að taka fyrir fyrsta fundargerðin, breytingu á sveitarstjórnarlögum þar sem við erum að tala íbúalýðræðið í þeirri breytingum þar sem á að skerpa á varðandi íbúakosningar sem dæmi og minnka flækjustig við að undirbúa íbúakosningar. Þannig að það er nú margt gert til þess að hafa aðganginn greiðan að bæjarfulltrúum. Nú við erum með fundi, opna fundi sem mjög fáir mæta á ef nokkur og það verður kannski spurningu það að við erum náttúrulega á fundi hér á netinu og þá er spurningin þessi þá umræða eins og við erum að gera í stofnunum. Við förum þangað til þess að heyra í fólki og það er allt gott að blessa. Það væri kannski slíkt form sem væri hentugt að fara svona með skipulegum hætti, nota einn dag, lunga á degi til þess að kannski að fara milli svæða og eiga þá fundi með þessu fólki. En það eru fleiri hagsmunaaðilar í bænum og félagasamtök en íbúa og hverfafélög. Ég spyr það bara líka ef við, eins og Valdimar benti á, hvað verður þetta margir fundir, þannig að þetta er svona spurning það hvaða gengur fyrir í þessu og hvernig við getum aukið þessi aðkomu og aðstoða þessa aðila við að koma sér fyrir. Nú félagafrelsi í landinu og það er líklega einfaldast í heimi að stofna félag á Íslandi og aðgengið mjög greitt og einfalt. Og ég segi bara að það er allt gott að blessa að koma með svona tillögu, sjálfsagt mál, en þetta verður að spretta úr þeim jarðvegi sem að fólkið býr við og við förum að búa til héðan ofan úr skrifstofunum okkar eða úr bænum. Ég held að sé allir tilbúin að taka vel á móti hverfafélögum og erindi þeirra. Þannig að ég veit ekki alveg verður þetta skuldbindandi eða getum við ekki haft þetta með einhverjum hætti eins og við gerum við stofnannar að eyða degi, hálfum degi kannski í það að hitta okkur, fara í hverfin og ræða við fólk og kannski taka okkar fagmenn með og svo framvegis. Þannig að ég veit ekki, ég svona held að þetta mál sé per se besta mál. Það er bara hvaða aðferð er besta nú. Já, það er nú engin að mældaskrá þetta mál núna, hún er tæmd og ekkert nafn birtist á skjánum þannig að ég lít svo á að umræðum með þetta mál sé lokið og enginn var nú að biðja orðið mál nummer 1. Þannig að ég lít svo á að við séum komin í atkvæðagreiðslu og það er nú þegar komið hérna eitt atkvæð inn á spjallið. Hún er hafinn, atkvæðagreiðslan, þess að staðfesta fundargerð lýðræðis- og mannréttindasnefndar. Þeir láti í sér heyra hér á spjallinu. Allir búin að greiða atkvæði, talning stendur yfir. Samþykkt með 9 atkvæðin. Þá var það fræðslunefndin. Þar var haldinn fundur 19. janúar síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Gjörðu svo vel. Það beðið orðið á spjallinu og Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakkar, forseti. Ég kem hérna undir dagskrárliðnum 5.2 Ytra mat Krikarskóla. Hérna liggur mjög góð skýrsla áhugaverð frá Menntamálastofnun sem var unnin af fagaðilum og það er óhætt að segja að margt gott í skólanum, mjög margt og virkilega vel gert og þetta er svona kannski sem að vera að setja undirstrika að þurfa að laga kannski meiri samstarf foreldra og skólayfirvalda
og meiri upplýsingaflæði til foreldra. En að öðru leyti sýnist með þetta annað hvort grænt eða blanda gulu og grænu. Það ekkert rautt þarna í þessari skýrslu. Þannig að það mjög gott mál og ég var svona kannski að varpa spurningum minni til formanns fræðslunefndar í tengslum við þessa vinnslu og skýrslu og það var gerð þarna áréttingum að það yrði að hálfu bæjarins unnið að áætlun til að bregðast við því sem að gert athugasemd við skýrslunni og það fyrsta spurningin sú áætlun í bígerð og hvað reikniði með að það verður tekið langur tími í þetta. Þetta náttúrulega kannski varla þetta að setja tíma á alltaf þessu. Þetta þess eðlis, þetta svona félagslegs eðlis og stjórnunarlegs eðlis, þannig að þetta svona þessi markmiðasetning sem og áætlun sem segir í skýrslunni að þurfa að senda væntanlega Menntamálastofnun. Já, það er verið að beina spurningu til formanns fræðslunefndar Kolbrúnar Þorsteinsdóttur þetta mál, ytra mat á Krikaskóla 2020 heitir það, þannig ég ætla að gefa þér Kolbrún orðið, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Rétt að Krikaskóli kom einstaklega vel út úr þessu ytra mati sem að gert var nú á dögunum og eins og venjulega þegar að skólar eru teknir út og allir okkar skólar sem við höfum sótt að láta taka út af Menntamálastofnun að þá á að skila einhvers konar umbóta áætlun. Það er bara hluti af verkefninu. Það er sett fram þessi skýrsla, gerð úttekt og síðan farið yfir það hvað þarf að laga og gerð umbótaáætlun og það fylgir þarna skjal með sem heitir rammi eða umbótaáætlun. Og hann líka, ég held að sé meira að það tímaáætlun í því líka og skólarnir hafa yfirleitt fengið kannski, ég veit það ekki alveg, það stendur einhvers staðar þarna, hvort það einhverjir mánuðir, x mánuðir sem að skólarnir hafa til að skila áætlun eða sveitarfélagið hefur til að skila inn til Menntamálastofnunar og svo eru stundum verkefnin þannig að þau eru langtímaverkefni, þannig að það ekki alltaf hægt að þetta ekki alltaf tímasett verkefni innan einhverja mánuða, heldur þetta svona einhverja breytingar sem þurfa lengri tíma jafnvel og þannig að það fylgir alveg þessu ytra mats ákvæði ytra mati, það er að skila umbótaáætlun og fara í það lagfæringar sem að þarf að fara í og bæta úr því sem þarf að bæta úr. Þannig að og það er rétt að það er ekki miklar athugasemdir en það var dálítið rætt sem sagt og mikið horft til nýrrar heimasíðu Mosfellsbæjar af því þar er hægt að nálgast allar upplýsingar skólana og farið oft í gegnum bæinn inn á heimasíðu skólana og nú liggur fyrir að fara að bæta þessa heimasíðu og skólarnir eru aðeins að bíða eftir því þegar svo heimasíða fer í loftið að þá á að bæta einmitt þetta upplýsingaflæði til foreldra og foreldrar kalla mjög mikið eftir því og það hefur mikið verið rætt einmitt inn í nefndinni varðandi alla skólan okkar, ekki bara Krikaskóla, að fá betri upplýsingar daglegt starf. En skólarnir hafa reyndar, sem ég tæki það fram, bætt sér alveg rosalega í því og verið mjög skemmtilegt og þó það sé náttúrulega ekki kannski mælikvarðin en Facebook síðu skólana hafa aldeilis lifnað við og sérstaklega núna í COVID til að koma upplýsingum til foreldra. En þetta var, þó ég veit að samstarfið í milli foreldra og skóla í Krikaskóla algjörlega til fyrirmyndar, þá samt kallað eftir svona betri og aðgengi að upplýsingum og við getum alveg bætt okkur þar. Þannig að ég held að svara eftir spurningunni, það var bregðast við og svo tíminn, já. Já, Kolbrún svara spurningu Sveins Óskar, en þú beðið orðið aftur ekki rétt, Sveinn Óskar? Já, rétt það forseti. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að þakka fyrir þessa yfirferð. Það var líka þarna nefnt varðandi að ljúka eineltisáætluninni og annað slíkt, en það líka þetta held ég að sem mér fannst vera svona dálítið rauður þráður í skýrslunni, það að svona vinna í breytingastjórnun ekki auðvelt heldur. Það kallað eftir svona smá breytingum ákveðnu svona stjórnunarlega þáttum
og maður skilur það að það er nú ekkert auðvelt að breyta mikið í þessu COVID-ástandi, en það er allan að tækifæri framöndan til þess að gera gott betra. Það er ekkert. Má ég aðeins rétt upp hönd? Já, gerðu þau svo vel, Kolbrún. Forseti, varðandi sama mál að það er skólinn eins og það var líka, hún flutti þessa kynningu sjálf, skólastjóri Krikaskóla, hún Þrúður Hjálm, hún kynnti niðurstöðurnar sjálf og tók það sérstaklega fram að varðandi þennan skóla og þau, við tölum bara um þau, að þá eru þau í stöðugri endurskoðun, þau eru stöðugt að skoða hvernig þau geta gert betur og skólinn er hvernig þess eðlis að það er alltaf, það er eilífðar breytingar stjórnun nánast alltaf árið kring, en það er alveg rétt, samt þó skólinn sé eðlis í nýhaldssöm stofnun og ef það á að breyta einhverju stórvænlegu þá getur það verið tekið tíma. Það er alveg rétt sem að þú hefur sagt eða við komum hérna fram. En við vorum allavega, fengum mjög góða kynningu og þetta eru ánægjulegar niðurstöður og því að það líka, það reyndar var leikskólinn ekki tekin út, bara grunnskóla einingin, fyrst til 4. bekkur og þetta er þetta lítil eining en það sýnir sig kannski að matsaðilar eiga ekki úttekta ramma fyrir skólana okkar sem eru orðnir töluvert fjölbreyttari heldur en aðrir skólar, eins og til dæmis ef þetta var að taka út Helgafellsskóla, held ég að þyrfti aldeilis að setja upp ný gleraugu varðandi matið á því að taka út þá leikskólan og grunnskólan og frístundin, þetta er allt þarna saman undir einu þaki og þeir segja það bara, það er ekki til matsrami fyrir svona heildstæðan skóla sem að rekur leik og grunnskóla saman en vonandi verður bara bætt úr því. Þannig að leikskólarnir og þá var það kannski kallað sérstaklega eftir úttekt á leikskóla hluta Krikaskóla og ég veit ekki nákvæmlega hvort að því nú verður að breyta öllu matinu, það verður ekki lengur hjá Menntamálastofnun að fara í einhvern nýjan farveg, þannig að þá þurfum við bara að biðja sérstaka úttekt á leikskóla hlutanum. Já, Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi, þú beðið orðið. Takk fyrir forseti, bara örstutt. Mín tilfinning eftir ég var búin að skanna svona í gegnum þessa skýrslu, þetta ytra mat, var bara mjög góð. Auðvitað er það alltaf þannig að ef það væri engin tækifæri til úrbóta, þá myndi maður kannski frekar spyrja sig býtu er eitthvað að, vegna þess að þetta er náttúrulega síbreytilegur heimur og það hlýtur að vera í svona starfi að þetta hlutirnir veltast mikið, auðvitað þarf að vera endurskoða og nýta öll tækifæri til úrbóta, annað væri mjög skringilegt. En mér finnst þetta, mín tilfinning og ég fæ þá tilfinningu þegar ég fer í gegnum þetta, að þarna séum við með fyrirmyndar skóla og ég held að við eigum bara virkilega bara þakka fyrir það og vera ánægð með það og mér heyrist nú þeir sem hafa tekið til máls er á þeirri línu og mér finnst vera full ástæða til. Og síðan kemur skólinn náttúrulega með sína úrbóta áætlun við þessum atriðum sem það þarf að kíkja á og skila því sé ég fyrir 1. mars næstkomandi og svona forseti bara í lokin að þá fyrir svona algjörlega tilviljun að þá barst Krikaskóli í tal við einstakling í bænum og það var alveg fyrir algjörlega tilviljun að barst að Krikaskóla og ég var ekki að leiða umræðurnar þangað. En það fylgdi svona bara með að viðkomandi hafði átt barnanna fyrir einhverjum x árum og hældi skólanum á hvert reipi og það var bara virkilega bara gaman að hlusta á það sem komandi að þessu og ég vil bara deila aðeins með ykkur hérna. Takk. Já, umræðum er lokið þetta mál. Ytra mat á Krikaskóla 2020, þetta var mál nr. 2. En ég hef gefið það orðið laust og hér eru þegar tveir bæjarfulltrúar komnir á mælendaskránna. Kolbrún, þú óskar eftir að ræða eitthvað annað mál þarna? 4 mál á dagskrá. Já, takk. Það er mál nr. 1, forseti. Það er menntastefnuna. Sem sagt, ber heitið, bara menntastefna Mosfellsbæjar. Og bara langar að segja ykkur frá því að Ragnheiður Ragnarsdóttir kom inn á fundinn til að rauninni bara gefa okkur stöðuna á vinnunni, á stefnunni og
og staðfesta það við okkur og hvort að nefndin staðfesta ekki á móti eða við myndum staðfesta það að þessar þrjár stoðir menntastefnunnar sem væri vöxtur, samvinna og fjölbreytni, að hvort allir væri ekki á því og annað slíkt og fór bara vel yfir alla vinnu og hvernig staðan núna. Þannig að og hún, eins og sjáu þarna á teikningunni sem fylgir í glærunum undir málinu, að þá þetta mynd af kolli, eða þetta ekki júgur, þetta kollur sem hefur teiknað þarna, handteiknað með penna og þetta var svona komin hugmynd að skólarnir fengju svona lítinn koll með sem að vætti, að því að þetta svona hluti af innleiðingarferlinu, að innleiða menntastefnuna með alls konar leiðum og það verður næsta stóra skref að þegar við, og mjög mikil tilhlökkun í nefndinni að fá að fara á stað með þessa menntastefnu og innleiða hana. Þannig að þetta var svona bara mjög ánægjuleg umræða stefnuna og næstu skref varðandi hana. Þannig ég svona bind vonir við að við séum að fara vonandi að koma inn bara í loftið bara miðjan febrúar. Ég bind vonir við það. Já, Anna Sigríður Gunnardóttir, þú óskar eftir að ræða þetta mál sem komur að ræða, þetta ekki? Mikið rétt, forseti. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir. Já, ég vil aðeins ræða þessa menntastefnu, hún hefur komið áður inn til okkar og það er ekki annað en að sjá því maður tekur ekki þátt í þessu sjálfur en að það sé þarna hafi góð vinna farið fram og fyrir mína parta þá líst mér vel á. Það er og þessar þrjár stoðir sem eru tala vöxtur, samvinna, fjölbreytni, finnst mér að grípi dálítið vel utan verkefnið og auðvitað er nauðsynlegt fyrir okkur að hafa vel ígrundaða stefnu vegna þess að við vitum hversu mikilvægir skólarnir eru bara fyrir vöxt og viðgang og þroska og heill og hamingju og framtíðarhorfur barnanna okkar. En þá náttúrulega kemur eiginlega því sem að mig langaði að segja, það er tekið fram að forsenda náms er að nemandinn sé líkamlega og andlega öruggur í því umhverfi sem að stunda nám og leik, mikið rétt, fjölbreytt og sveigjanlegt skóla- og frístundastarf og huga að styrkleikum barnanna og allt þetta gott og blessa og gott, í alvörinu gott. Og markmiðið er að einstaklingurinn öðlist í starfinu aukna trú á eigin getu og sé í stakk búnir til að mæta fjölbreyttum verkefni í námi, leik og starfi og í framtíðinni. Við erum alltaf að búa fólk undir að takast á við lífið í framtíðinni og mig langar bara að ræða það að alveg svona hversu góð stefnan okkar þá skiptir öllu máli hvernig ætlum við að framfylgja henni, hvernig ætlum við að búa þannig á skólanum að þeir geti uppfyllt svona stefnu. Það held ég að sé svo dálítið hvað ég segja, það sé já, ég vandræði með tölunni að það sé við getum orðið flóknar og úrlausnarefni og þá bendi ég bara á þá umræðu sem við heyrum núna frá skólanum varðandi aðbúnað skólana, aðbúnað barnanna, aðbúnað kennarana, hvernig við hvernig við sem samfélag lítum á skólana, lítum við á skólana sem þær stórmerkilegu og nauðsynlegu stórmerkilegu og gríðarlega nauðsynlegu stofnanir sem þær eru fyrir bara vöxt og viðgang okkar samfélags. Ég held ekki, ég held að það þurfi alltaf viðhorfsbreytingu og ég veit að það er ekkert verið að ræða það inn á þessum fundi þar sem er verið að kynna menntastefnuna
En við vitum bara að það vantar meiri peninga, það vantar meiri fjármuni inn í skólakerfi hjá okkur. Það bara svo einfalt. Og það verður þá kannski bara næsti höfuðverkur, en ég tók eftir að í bókun nefndarinnar, mig langar að biðja formann nefndarinnar að upplýsa að í bókun nefndarinnar með leyfi forseta sagt fræðslunefnd kom með ábendingar og mál verður rætt aftur á fundi fræðslunefndar í febrúar. Nú langar mig til þess að biðja formann nefndarinnar að fara aðeins yfir með okkur bæjarfulltrúunum svona helstu ábendingar sem að komu fram í nefndinni. Og nú getur einhver sagt að ég að fá þessu upplýsingar frá mínu fulltrúa, en því miður ég bara með, Samfylkingin bara með áheyrnarfulltrúa og hann komst ekki á þennan fund. Þannig að ég mjög þakklátt ef ég fengi smá yfirferð yfir þetta. Já, það beint spurningu til þín, Kolbrún, ákvæði mál og ég ætla að gefa þér orðið til þess að svara því. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti og takk fyrir þessar vangaveltur og spurningar, Anna Sigríður, mjög góðar. Umræðan í nefndinni var við bara ræddum þessar 3 stoðir og hvernig okkur litist á það og það kom mjög góð ábending frá fulltrúa kennara í Mosfellsbæ. Hann spurði hvort við ætluðum ekki að bara stunda neitt nám í þessum skólum, hvort þetta ætti bara að vera eitthvað líðan og vöxtur og hvað þetta allt sem hann er og hún svona, já, ég syns ekki að kenna þessum börnum neitt. Og en það einmitt það einmitt held ég undir, svo ræddum við það náttúrulega fram og tilbaka og það náttúrulega, það mun koma áætlun, svona aðgerðaráætlun undir þetta allt saman sem heitir þá, sem til dæmis námið fer undir vöxt og námið alþjóðleg samvinnan líka og annað slíkt, þannig að það koma mjög svona skemmtilegar vangaveltur þetta og sérstaklega gaman að heyra þetta frá kennarunum sjálfur. Hún kom með mjög margar góðar ábendingar og spurningar, bara fyrirgefið, hvað á ég að fara að gera með þessa stefnu. Og það var mjög áhugavert og það var nú ein vangaveltan, kannski að Arna muni þetta líka með mér, ég man ekki eftir einu svona stóru öðru en þessu og Arna, manst þú þetta með mér? Hvað var rætt meira? Við rættum líka bara orðin í stofunum, við sameinuðum og einfaldum. Þetta ekki var náttúrulega orðið. Já, fyrir ekki. Þetta fylgta fram með endilega og notum spjallhráðin alveg umsögulaust. Arna, gjörðu svo vel. Takk, forseti, afsakið. Jú, það var við rættum líka orð og hvort við þurftum að einfalda einhver orð og hafa frekar eitt orð, frekar fleiri orð í stofunum. Við rættum það alveg fram og tilbaka og svo rættum við líka að það var orð í setningu sem að stakk okkur, sem okkur fannst svona frekar yfirgripsmikið og sumum fannst að virka neikvætt og meðan öðrum fannst að virka í lagi. Ég man nú ekki akkurat hvaða orð það var, það var orðið valdefling. Það voru bara alls konar svona skemmtilegar umræður einmitt, hvernig við nýtum stefnuna, hvernig við orðum hana, fulltrúi kennara kom inn á einmitt þetta með að mér vantar einmitt meiri ferla og þá var því svarað. Mér minni að fulltrúi foreldra og hún kom með alls konar ábendingar varðandi framsetninguna og fulltrúi vina Mosfellsbæjar kom varðandi innleiðingu, þannig að þetta voru bara mikið skemmtilegum umræðum og málefnalegum og flottum umræðum sem fóru fram. Já. Hér við beðið aftur orðið hann Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Takk fyrir forseti. Það þetta fyrsta mál menntastefna Mosfellsbæjar og bara örstutt. Ég held að setning menntastefnu og endurskoðun hennar núna sé alveg gríðarlega mikilvægt mál. Við erum náttúrulega oft búin að ræða það, þetta langstærstu vinnustaðir bæjarins, það eru skólarnir okkar og því veltur mikið af því að það sé vanda til þarna og ég heyri það frá mínum fulltrúa, áheyrnarfulltrúa í nefndinni að vinnan við þetta og samstarfið endurskoðuna gangi mjög vel og hann hrósar því og hrósar formanninum fyrir forystu í því hlutverki og ég vildi sem sagt bara aðeins nefna þetta hér.
og bý bara spenntur eftir því að sjá svo niðurstöðurnar sem okkur berast á eftir sem að formaður sagði áðan, svona einhvern tímann kannski í febrúar mánuði. Takk fyrir. Og þá tekur til máls Arna Hagalinsdóttir þetta mál. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég kem aftur undir menntastefnuna, máli menntastefnunar. Mig langaði líka bara að nefna að það var skemmtileg umræða í nefndinni og svona samheldni í að okkur finnst mikilvægt að hún verði ekki bara varpað út sem eitthvað PDF-skjal, hvorki inn í skólana né út á vefinu að við vöndum framsetninguna hvernig sem við gerum það og fulltrúi foreldra komið ótrúlega mikið af skemmtilegum hugmyndum varðandi svona mailchip og markaðssetningu á henni. Og ég held að þetta að hugsa framsetninguna, útsetninguna þannig gríðarlega mikilvæga líka bara til að ná betur til foreldrar, í því samhengi að við erum að fækka hvernig foreldrar við lesum tölvupósta ekki lengur til hins ítrasta, þannig að hvað leiðir getum við farið til að þetta sé þetta fái áheyrn og þá kom þessi umræða að hún ótrúlega svona áþreifanleg stefna og mér finnst það hrikalega flott vinna og einmitt hrósa formanninu líka fyrir flotta formennsku í að leiða þetta verkefni. Já, nú eru 2 bæjarfulltrúar á mælendaskrá, fyrst það Kolbrún og það sem hún var reyndar að taka til máls í þriðaskipti en eitt af hinu skiptunum og annað af hinu skiptunum var hún að svara spurningu þannig að hún fær orðið í seinna skiptið þannig lagað, sem ekki svara spurningum. Já, takk forseti. Takk, já, takk Arna, við myndum þetta saman að hvernig umræðan var, þetta var, og ég tek undir það með það sem Arna sagði og ítreka það, sérstaklega og hef bind bara mikla vonir við og trúi að þessi stefna, því hún nú komin upp úr grasrótinni og frá foreldrum, frá kennurum, frá börnunum miklu leyti og þessum verkefnahópum líka sem að vinnur síðan úr gögnunum að þetta muni hafa góð áhrif og einhvern veginn svona endurræsa skólan okkar, lærdómssamfélagið og hafi jákvæða áhrif inn í samstarf heimilis og skóla og allir þeir sem eiga hluti í þessari stefnu svona sjáu hvert hlutverk hvers og eins í því að byggja upp skólakerfið okkar og viðhalda þessum góða starfi sem í gangi núna. Þannig að ég held að ég held að ferlið í að búa til svona stefnu sé jafnvel ekki minna mikilvægt heldur en að innleiða hana og koma henni inn í gagnið. Þannig að það mikil eftirvænting og það er mikla eftirvænting og mikla væntingar það að þegar innleiðingin muni eiga sér stað að við gerum það með miklum sóma og það þarf náttúrulega að leggja fjármagn í það og við fengum einmitt spurningu að því líka, bara til fjármagn til að innleiða hana og það eyrnamerkt fjármagn í fjárhagsáætlun til innleiðingar á menntastefnu. Þannig að ég vildi bara bæta því við. Takk fyrir. Valdimar Birgisson, þú hefur beðið orðið, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að taka undir það. Þetta gríðarlega mikilvægt að endurskoða menntastefnuna og hún mikilvæg. Þetta stærsta viðfangsefni sveitarfélagsins eins og bent var á, allavega í fjölda og fjármagns. Þegar ég sá þetta fyrst, þá hugsaði ég einmitt að þetta svolítið tyrfið en þegar maður fór að kynna sér þetta nánar og þessi þrjár grunnstoðir, vöxtur, samvinna og fjölbreytni, að það meikar alveg sens þegar þetta sett í samhengi, þegar maður fer að lesa þetta, þegar maður fer að kynna sér þetta. Og þetta samt svona, þetta smá djarft. Ég skoðaði einhverjar menntastefnur annarra sveitarfélaga. Mér fannst hún mjög viðamikil og flott stefnan hjá Reykjavíkurborg, en þetta ólíkt. Við förum kannski aðeins öðruvísi leiðir þarna. Og ég held þetta sé bara spennandi vegferð en mér langaði að taka undir það sem kom fram hjá þeim fulltrúum okkar sem sita í nefndinni eða ekki fulltrúum, frá bæjarfulltrúum sem sita í nefndinni að þetta verður að vera aðgengilegt til þess að þetta nýtist þeim sem þurfa að nýta þetta sem þá kennarar og starfsfólk og það ætti að vera svona leiðarstef og mér heyrist það að vera þannig
og er ánægður með það. Ég er bara ánægður með þessa vinnu og held þetta verði bara til sóma. Forseti lítur svo á að umræðan sé þetta mál sé lokið á þessu fundi. Það enginn búinn að biðja orðið frekar. Við höfum rætt í þaula mál númer 1 og mál númer 2. Orðið er ennþá laust þarna, þetta voru 4 mál á dagskrá á þessum fundi. Við ykkur að tilkynningur á spjallinu eða óskið að taka til máls. Kolbrún, þú hefur beðið orðið eitthvað eða annað málið, það er 20 í boði. Já, takk forseti. Það er mál númer 4, 54, upplýsingar til fræðslunefndar vegna COVID og ég skal vera stuttorð, en þar fengum við bara upplýsingar stöðuna á okkar skólum sambandi við COVID-19 og mér langar bara að benda á bókunina sem nefndin bókaði að framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs fór yfir stöðuna í leik- og grunnskólum. Áhrif faraldursins hefur töluverð áhrif í skólanum. Samvinna skóla og foreldra hefur gengið vel í þessum faraldri og samtakamáttur skólasamfélagsins mikill. Fræðslunefnd vill koma á framfæri þakklæti til starfsfólks skóla- og frístundastarfs og heimila í Mosfellsbæ á krefjandi tímum. Og það var algjör einhugur þessa bókun og ég legg til hvort að bæjarstjórn taki ekki undir þessa bókun fræðslunefndar og skili áfram þessari góðu kveðju sem kemur úr fræðslunefndinni. Já, þarna hefur verið lögð fram bókun, tillaga að taka undir bókun. Til að halda forminu þá kannski klárum við málið fyrst efnislega umræðuna og tökum svo afstöðu til bókana hvort er einhver sem vil ræða það svona efnislega öðru leyti. Það virðist ekki vera en þá er kannski bara rétt að menn tilkynni sér til leiks þess að styðja það að þessi bókun sem var lögð þarna fram og Kolbrún gerði grein fyrir áðan að bæjarstjórn taki einfaldlega undir þá bókun eru bennir að gefa þetta til kynna hér á spjallinu. Formaður fræðslunefndar las þetta áðan og þetta er bara, svo höfum við þetta alveg formlegt greiðum bara atkvæði það að styðja að taka undir bókun fræðslunefndar í máli númer 4. Við erum allir búnir að gefa afstöðu sína til kynna, allir styðja það, segir rittarinn. Þá bara verður því bætt við í fundargerð bæjarstjórnar eins og ég orðaði áðan að bæjarstjórn tekur undir bókun fræðslunefndar í þessu 4. máli. Þá við rætt hér, finnst mér í botn, þessa fundargerð. Það er ekki mikið eftir sem stendur út af, það er aðeins eitt mál. Nú, það hefur allavega enginn beðið orðið og þá komið að atkvæðagreiðslu á getur bæjarfulltrúar. Þeir sem að staðfesta þessa fundargerð eru bennir að gefa það til kynna. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Allir búnir að greiða atkvæði. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hefum við afgreitt fræðslumálina að sinni og þá förum við umhverfisnefnd. Það var haldinn fundur, fjarfundur að sjálfsögðu, 21. janúar síðastliðinn. Það var fundur númer 224 í umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Þarna voru 5 mál á dagskrá og ég ætla að byrja á því að gefa orðið laust eitthvað sem að menn vilja ræða þarna. Anna Sigríður, þú hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Já, mig langar aðeins að ræða 5. máli sem er samræming úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu. Bara aðeins að tæpa á því var sem við fengum kynningu á vinnu samráðshópsins um samræmd og úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu. Og umhverfisnefnd var náttúrulega bara einhuga að lýsa ánægju sinni með þetta verkefni. Ég
og ég vil bara ítreka það hérna að þarna hefur farið fram, sko, að mínu viti mjög góð vinna. Við áttum hérna fulltrúa inn í þessum samráðshópi og það voru fulltrúar frá Hafnarfirði og Garðabæ, Kópavogi, Reykjavík, Seltjarnarnesi og svo okkur og Kjós, virðist vera. Og og þarna hefur komið bara að mér virðist bara, og það voru náttúrulega, og fulltrúar Sorpu voru náttúrulega unnu með þeim og mér eins og þetta horfið við mér, þá sýnist mér við vera komin bara með vænlega áætlun til þess að taka á þessum málum hjá okkur á svæðinu, og nú bara óskandi að það leggist allir á eitt að innleiða hana og til dæmis lausnirnar varðandi tunnurnar. Þetta ekki þannig að við þurfum að vera með 4 tunnur í hvert hús, heldur eru lagðar fram lausnir, tvískipta tunnur og þess háttar. Þannig að auðvitað kostar þetta eitthvað, en við megum ekki gleyma því að það verða lagabreytingar held ég næstu áramót sem í raun og veru gera það að verkum að við verðum að gera skurk í þessum málum. En mér langaði bara sem sagt að benda á þetta og nefna þetta mikilvæga mál og fagna því að við séum komið með þessa skýrslu, og eins og ég segi, ég vona að þeir sem taka við henni og að það verði haldið áfram þessari vinnu. Orðið laust þetta mál sem Anna Sigríður var að ræða í fundarboðinu eða fundargerðinni. Heitir það samræming úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu. Fannst þeir ekki sóknaráætlun. Það birtist hér ekkert nafn á skjánum, þannig að umræðum er lokið það mál. Jú, Bjarki, afsakið, ég var bara svolítið sein að skrifa það. Það fór beint á Þóru, afsakið. Já, endilega. Já, menn mennta í þessu. Afsakið. En endilega skrifaði inn Kolbrún nafnið þitt, svo þetta sé nú formleitt bara. Já, ég skal gera allt eins og þetta á að vera, ekki á Þóru, heldur beint á everyone. Svona. Kolbrún hefur beðið orðið. Já, varðandi þessa samræmdu úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu og sóknaráætlunina, þá ætla ég bara að taka undir það sem kom fram áðan það að þetta er tímabært og mikilvægt verkefni sem við erum að fara inn í og hefur tekið alveg óralangan tíma en þetta er komið inn í sóknaráætlunina og það er allir komnir að borðinu og það er allir sammála, þannig að þetta á ekki að stranda neins staðar núna. Þannig að það vestarinn svona mál lenda einhvern veginn í staðar í pólitískum ágreiningi inn í sveitarfélögunum og það stoppar þetta, sko. Það er að versta sem getur gerst, en ég held að það ætti ekki að gerast núna og allir sammála og allir eru mjög spenntir fyrir þessari samræmingu og úrgangsflokkunar og við bíðum spennt bara eftir að við fáum go á þetta frá Sorpu, af því að þetta er bara allt í vinnslu og við erum mörg hver alveg orðin óþolinmóð sem sitjum við stjórnarborðið hjá Sorpu þetta, en þetta tekur allt bara sinn tíma inn í kerfinu og fá samþykktir inn í bæjarráðunum og annað slíkt, sko. Þannig þannig að ég sé að umhverfisnefndin hún lýsir ánægju sinni með vinnuna og ég held við getum öll bara tekið undir það. Já. Forseti, fyrirgefðu, ég ætla bara að biðjast afsökunar án þú skamma mig fyrir að hafa sett athugasemd inn á spjallið sem átti ekki heima þar. Það var undan þér að biðjast afsökunar. Já. En Valdimar, þú ert ekki að biðjast afsökunar, þú beðið orðið og fær það hér. Valdimar, það er þetta mál áfram. Ég er alltaf að biðjast afsökunar, en takk fyrir það. Ég bara tek undir þetta er löngu tímabært eins og hefur komið fram í máli bæjarfulltrúa og líka stendur beinlínis í skýrslunni að þetta sé tímabært
ekki löngu tímabært, en þetta löngu tímabært og hérna að samræma flokkun úrgangs á höfuðborgarsvæðinu og hefur búið að tala þetta lengi og loksins þetta að koma svona hreyfinga á þetta. Það var gerð þarna eins og bent var á, mjög fín skýrsla og niðurstaðan bara mjög góð að mér sýnist og en það eitt sem að ég staldraði við. Ég heyrði að bæjarfulltrúi Kolbrún talaði að nú væri vonandi einhver pólitískar hindranir og svo framvegis. Það var nefnilega þannig að við spurðum okkur af hverju ekki farið í þessa vinnu? Af hverju var ekki farið í þessa vinnu fyrr? Og mér heyrist að það veri einhver ljón í veginum. Það var kannski ágætt að fá kannski heyra, eitthvað hægt að segja okkur hvað það var, af hverju þetta var ekki gert fyrr? Hver þessi pólitíska fyrirstaða sem var? Já, það beint spurningu til þín, Kolbrún. Hvaða ljón var í veginum? Takk fyrir þessa spurningu og takk forseti fyrir orðið, en ég held ég væri búin að segja það svo rosalega oft hérna í þessari bæjarstjórn, hvað gerðist. En á ég að segja það einu sinni? Stutta útgáfuna. Stutta útgáfan bara svo að 2 stærstu sveitarfélögin og stærstu eigendur Sorpu gátu ekki að koma sér saman hvaða leið átt að fara. Þrátt fyrir niðurstöður og skýrslur og allt saman að þá virtist það samt vera þannig að það var ekki hægt og við hinn minni sveitarfélögin bara biðum þangað til að vera komin niðurstaða í þetta og það stutta svarið. Já, þannig að þetta var fast í pólitískum farvegi og fólk ekki alveg sammála hvaða tunnur átt að nota og hvort það væri pappírstunna, plasttunna eða hvað átt að gera en núna er komin niðurstaða og það náttúrulega ákvörðun stjórnar Sorpu stendur og það bara óskandi að nýjar bæjarstjórnir sem að mun taka við og nýjir í stjórn Sorpu fari ekki eða allavega ég veit að það mun ekki gerast inn í stjórn Sorpu en að sveitarfélögin með nýjar bæjar og borgarstjórn fari ekki að taka einhverjar uppeyjur í þessu. Ég á ekki von á því. Ég trúi því bara ekki að fólk fara að gera það eftir allan undirbúning alla þessa vinnu og ákall íbúana til að fara að hefja þessa vegferð. Já. Það enginn búinn að biðja orðið 5. mál. Þannig að svo það sé alveg öruggt mál, við erum búin að ræða það til fullnustu á þessum ágæta fundi. En það voru önnur mál á dagskrá, vissulega, og ég gef orðið upp. Anna Sigríður, þú ert búin að biðja orðið. Já, forseti, mér langar bara rétt aðeins að nefna mál númer 4, friðlýsing Blikastaðakrókur og Leiruvogs og það mál bara í mjög góðum farvegi. Þið munið kannski að það voru gerð mistök og það var verið að teikna út eða mörk þessum planað var að friðlýsa. Það núna búið að kippa því í liðinn þannig að það fara enginn að óttast Sundabrautina hvað varðar friðlýsingu Leiruvogs og Blikastaðakróar og þarna á fundinu þá lágu frammi svör Umhverfisstofnunar við innsendum athugasemdum og meðal annars bara svona til gamans þá kom þarna athugasemd hvort að það yrði nú banna til dæmis að fara á kajak á Leiruvoginn og það nú engin stemming fyrir að banna það verður þetta eins og annað, það verður sett í friðlýsingar skilmálar og engin von til þess og ég held að enginn hafi í hyggju að reyna að setja einhverja þá skilmála sem verða meira íþyngjandi en nauðsynlegt til þess að viðhalda svæðinu, en ég held að sé alltaf að verða mikilvægara að við komum þessu máli í höfn því að Leiruvogurinn einstakt svæði og manni heyrist svona á öllu að þetta sé að verða síðasta svona hvað ég að segja síðasta svæði sem tiltölulega ósnortið svona við sjávarsíðuna á höfuðborgarsvæðinu
og það þarf ekki að fara yfir náttúrulega bara mikilvægi Leiruvógsins sem fuglasvæðis og allt þetta þekkið þið og þeir sem að hlýða á þennan fund, en mér langaði bara að nefna að þetta málefni bara í góðum gangi og við erum með 3 fulltrúa inn í þessari nefnd sem hefur verið að vinna þessu og þeir allir staðið sig mjög vel. Stefán Ómar, þú beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Það er þetta sama mál, friðlýsing Blikastaðakróar og Leiruvógs. Já, ég er mjög ánægður með þessa vegferð á þessu máli. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt. Þetta er mikilvægt fyrir okkur Mosfellinga að hafa tekið þetta skref og stakkað. Það var fínn áfangi friðlýsingin sem var í fyrra, árið 2021 og þetta var svona eiginlega rökrétt framhald, fannst mér, af því að við tækjum upp þarna samstarfi Reykjavíkurborg og stækkuðum svæðið eins og þetta gengur út á. Nú ég fæ þær fréttir frá mínum fulltrúa inn í umhverfisnefnd að þetta starf gangi mjög vel og hann ásamt formanninum og einum embættismanni sitji í þessari nefnd og ég fæ þær fréttir að þar gangi bara starfi mjög vel og þeir sem aðkoma séu einhuga í að leiða þetta áfram til farsældar. Takk fyrir, forseti. Já, forseti hefur sett sjálfa sig á mælendaskrá til að ræða þetta mál sem er númer 4, friðlýsing Blikastaðakróar og Leiruvógs, eins og kom fram í máli Önnu Sigríðar og Stefán Ómars, þá gengur þetta vel. Þetta hefði kannski getað orðið flókið, þarna eru 2 sveitarfélög og en kannski ástæðan fyrir því að þetta er gengið svona vel. Það er í fyrsta lagi þessi nefnd sem var hér nefnd áðan og síðan það er ekki kannski svona hagsmunir í húfi. Við þekkjum það náttúrulega þegar verndunar og friðunarmál koma að daska, þá koma alls konar hagsmunir. Þarna eru ekki hagsmunir nema bara hagsmunir náttúrunnar. Og þar getum við verið sammála og það er bara að gerast, ég sé ekki betur og það er náttúrulega eins og samstarfsfólk mitt nefnt hér áðan að þarna er náttúrulega bara algjör paradís og við þekkjum þetta náttúrulega Mosfellingar, hvort sem við séum að spila golf eða gangandi eða ríðandi þarna eftir ströndinni og óþrjótandi möguleika til framhalds. Annars ég nefndi nú kajakinn hérna áður, ég hef nú einmitt hugsað það líka, ég veit ekki hvernig því reiðir af þarna í öllu þessu ferli, en þetta er bara á mjög góðum stað eftir því sem að ég hef kynnt mér. Orðið laust ennþá þetta mál, þetta er númer 4, það er ekki nafn komið hér á skjáinn, þannig að ég lít svo á að það sé fullrætt. Vilja bæjarfulltrúar ræða eitthvað annað mál, þarna voru 3 mál á dagskrá. Ég hef sett sjálfa mig hérna á mælendaskrá og mér fýsir að ræða eitt mál hérna sem er númer 1. Svo ég lesi titilinn, þá var það skýrsla reiðveganefndar Hestamannafélagsins Harðar fyrir árið 2021. Þetta er mjög greinagóð skýrsla, ekkert löng en bara gott yfirlit yfir og reyndar mjög fínar myndir líka sem sýnir alveg hvað þetta snýst og bara þakka fyrir það. Það er sérstök reiðveganefnd hjá Hestamannafélaginu Herði og það þarf að taka ákvörðun hvað á að gera og hvar og ef maður lesi þetta nú yfir þá bara svona að maður segir fyrst reiðvegirnir er bara hluta samgöngukerfinu okkar hér í Mosfellsbænum og það liggur reiðvegir liggja hér innan sveitar og svo út úr sveitarfélaginu líka, ekki má gleyma því. Það má til dæmis lesa það þarna að mesta fjárhæðinum fer í reiðleið til Þingvalla sem er búið að batna með hverju árinu síðustu áratugina. Það er líka nefnt hérna reiðleið undir Esjuhlíðum sem var mjög forvitnilegt mál. Það er náttúrulega ekki í Mosfellsbænum en það veit að ríða hestamenn hvað sem þeir búa og hvað sem koma þessa nýju reiðleið. Þetta var dálítið átakamál, það var sjónarmið almannarétturinn og hefðin og gömul þjóðleið meðfram Esjunni og svo þar á móti réttur landeiganda. Þannig að þetta var tekið svolítið á þetta mál, mér er kunnugt það, en þetta er komið þarna inn á mynd þarna hjá reiðveganefndinni og margt að gerast þarna
Þeir fá fjármagn frá nokkrum aðilum eins og kemur fram í þessari skýrslu. En að lokum þá ætla ég að nefna eitt hérna sem að kemur fram í umhverfisnefndinni og það ákveðið mál sem snertir reiðleið og snertir hestamannafélag líka og það reiðvegur reiðvegur sem liggur við Oddsbrekkur, ekki neðan við þá heldur eiginlega austan við þá. Það var hestamannafélagið hafði leyfi til þess að laga þar reiðleiðina, það var ekki vanþörf á því en það fór svolítið á böndunum að mínu viti og fleiri og þetta hefur verið tekið fyrir hér hjá umhverfissviði og það bara rétt að minna á það alla sem að fara yfir á eitthvað mikla framkvæmdir þá þarf sérstaklega framkvæmda leyfi. Þetta alveg svona mörkunum að vera á hverfisverndarsvæði og það stendur bara svo í vitni í niðurstöðu umhverfisnefndar það minnir á mikilvægi þess að sækja leyfi áður en ráðist í umfangsmiklar framkvæmdir. Það búið að skoða þetta svona, það gerist náttúrulega ekki núna háveturinn en væntanlega verður þetta nú eitthvað laga þegar snjóa leysir og allt það en þetta búið að skoða þetta. En skýrslan bara mjög góð og áhugaverð og vel haldið reiðvegunum hér í okkar eina ágæta sveitarfélag en ég ætla að nefna eitt í viðbót sem snertir okkur öll, ekki bara hestafólk og það nefnilega nefnt þarna í skýrslunni og það ég ætla bara að vitna í hana hérna. Það liður, samkvæmt aðalskipulagi Hafravegsvegur einnig skilgreindur sem reiðleið og þetta svo allir vita þetta leiðin frá, eins og ég skilja þetta leiðin frá vegamótunum nálægt Skyggni og út af vegamótun við Nesjavallaleið og það nú verið mjög fram í Hafravegsveg til dæmis. Það nú alls ekki góð leið en Vegagerðin hefur tekið þetta upp á sína arma en við töluðum það þegar við ræddum það bæjarfulltrúar þetta að þarna ætti að endurgera þessa leið að það ekki hugað af annars konar umferð gangandi fólki, við erum að sjá mikla möguleika í Hafravegsveginum eða Hafravatni Hafravegsvæðinu og svo ríðandi umferð. Það nefnilega, þeir sem að fara hér upp í Seljadal eða inn á Mosfellsheiðina, þeir verða að ríða eftir akveginum sem bara alls ekki nógu gott og það verður ekki betra þegar verður að koma greiðfær vegur. Þannig að það stendur þarna í skýrslu reiðveganefndar að það leitað hefur verið eftir því við Vegagerðin að huga verða reiðleið með Hafravegsvegi en það hefur litlu skilað til þess að stendur þarna í blaðinu þeirra. Já. Nú ætla ég að hætta að tala og gefa Ásgeiri Sveinssyni orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Takk fyrir það, forseti, bara fulltrúar. Já, ég vildi bara rétt grípa boltann það sem að þú ert að klára varðandi inn í þessari skýrslu varðandi reiðvegina. Við áttum einmitt spjall þetta, ég og þú forseti ásamt fleirum varðandi Hafravegsveginn og ég búinn að vekja athygli á þessu við skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar Kristinn Pálsson ásamt framkvæmdastjóra umhverfissviðs Jóhannu Hansen að huga sérstaklega að þessu þegar að verður farið í þessa framkvæmdir sem að nú liggur fyrir að sé búið að koma í fjármagni frá Vegagerðinni. En að því sögðu að þá liggur það alveg ljóst fyrir miðað við það pláss sem að þarna, að þetta verður býsna snúið að koma þessu fyrir, en ég tel nauðsynlegt að það verði leita allra leiða til þess að það verði hægt vegna þess að eins og við vitum að það var samþykkt núna, ekki bara núna í sumar þá, eða í haust í okkar Mosó að það var að fara að útbúa aðstöðu til baða í Hafravatni og við getum búist við því að það verði ennþá meiri aukin aðsókn á hjólandi fólki og gangandi og hvernig sem þannig að þetta mjög mikilvægt atriði sem að við þurfum að halda mjög mikið á loft og ég veit að umhverfið sem mun gera það í viðræðum við Vegagerðina í framhaldinu varðandi hönnun og lagningu þessa vegar. Ég vildi bara koma því á framfæri. Takk fyrir. Já,
forseti setti sjálfan sig hérna aftur inn bara til þess að bregðast við þessu sem Ásgeir nefna. Mér finnst það mjög gott að þetta hefur verið rætt þarna eins og hann nefnir við embættismenn því að þetta þurfum við að taka á en það er líka rétt sem hann segir, sko, þarna mjög þröngt. Vegurinn brekkar, það er fjallið öðrum megin og vatnið hinum megin og svo þarna einkalóðir líka. Þannig að þetta getur orðið snúið en þetta samt mjög mikilvægt fyrir okkur öll, alla vegfarendur og ríðandi fólk, gangandi fólk, hjólandi fólk líka, ekki glemma því. Og bara til að hnykkja á því sem Ásgeir nefndi líka, sko, baðaðstöðu við Hafravatn og svo margir möguleika þar, þá eins gott að samgöngur þar séu greiðar. En ég hef lokið máli mínu þetta mál, en það nú ennþá laust. Þetta var sem sagt undir skýrslu veiðiveganefndar, þetta var drepið á þetta atriði þarna. Það enginn sem að biður orðið þar frekar. Þá ætla ég að það fullrætt, en þá eru mál eða menn vilja ræða. Við erum búin að ræða 3 mál, voru 5 mál á þessari fundi. Birtist hér ekkert nafn hér á skjánum og ekkert orð. Þannig að þá lít ég svo á að við séum tilbúin í atkvæðagreiðslu, bæjarfulltrúar. Þeir sem staðfesta þetta, bennir að gefa þetta í kynna, þessa fundargerð. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, ég held að sé allir, talning stendur yfir, Reykdal mjög snöggur að telja. Það 9-0, þetta var einfald atkvæðagreiðsla, en þá þessi úr sögunni, eða allir heldur afgreitt, málin náttúrulega ekki sögunni, en þá förum við í síðustu fundargerð frá nefndum bæjarins. Á þessu fundi það skipulagsnefnd. Þar voru 14 mál á dagskrá með afgreiðslufundurum, byggingafundur og skipulagsfundur sem við ræðum enda sérstaklega á eftir. Það þurfti að fresta vegna tímaskorts 3 málum, númer 8 og númer 9 og númer 10. 8 var Orkugarðinn, 9 var Leirvogstungu 35 og 10 var Krókatjörn, en ég ætla að gefa orðið laust. En eitthvert af þessum málum, þarna voru til umræðu. Það kemur ekkert nafn hér á skjáin, þannig að ég lít svo á að umræðum sé lokið og við séum tilbúin að greiða atkvæði þessu ágætu fundargerð. Viðamiklu fundargerð. Undir 21. janúar, snemma dags, það tekið dagurinn snemma í skipulagsnefnd, klukkan 7. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, skipulagsnefndar fundargerðina. Allir búnir að greiða atkvæði. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Og það verður ekki greitt fleiri atkvæði þannig að hér fundargerði, því að nú komið að því bæjarfulltrúar að ræða þær fundargerðir sem eru til kynningar en ekki til atkvæðagreiðslu. Þar voru 9 fundargerðir og héðan og þaðan eins og kemur okkur ekki óvart. Við byrjum á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa, það Kristinn Pálsson. Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar, það fundur númer 56 og þessi fundur var haldinn 11. janúar. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs hana og þá hún lögð fram eins og heitir. Svo það byggingafulltrúin Árni Jón Sigfússon sem hefur haldið hér fund 13. janúar. Það svokallaður afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það var númer 459. Þar voru 5 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Birtist ekkert nafn hér á skjánum eða engin tilkynning að taka til máls, þannig að umræðum lokið og hún lögð fram. Þá komið að fundargerð Sorpu, eins og ég gat upp af því þá það nú 3. Fundur númer 461, 462 og 463. Þeir reyndar ekki allir röð hérna. Við tökum fyrst fundargerð frá 461. Það var
staðfundur og fjarfundur. Staðfundur var á Gylfaflöt 5 í bækistöðum Sorpu og svo var hægt að vera fjarfundi líka. Þarna voru 3 mál á dagskrá. Já, og fundurinn var haldinn 27. nóvember. Ég gef orðið laust. Það kemur ekkert nafn hér á skjáin, engin tilkynning að taka til máls. Jú, Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls eitthvert af þessum 3 málum, þannig að ég ætla að gefa þér orðið. Já, varðandi, það er mál nr. 3 í fundargerð Sorpu húsnæðismál góða hirðisins. Ég held ég sé búin að koma upp áður og tala þær breytingar sem væntanlega sem við erum góði hirðirinn að fara í og varðandi húsnæði í Fellsmúla. Svona nýjustu fréttir af því máli, það var reynda bókað þarna stjórn samþykkir að ganga til samninga nýtt húsnæði fyrir góða hirðin og skrifstofu Sorpu. En það eru ennþá sem sagt ekki full frá gengið og það er komið nýtt mögulegt húsnæði, jafnvel ódýrara og hentugara fyrir starfsemina en það er ekki búið að skrifa undir neitt og bara ennþá málið í skoðun. Þannig að það er rauninni ekkert nýtt að frétta af því máli varðandi húsnæðismál góða hirðisins og Sorpu skrifstofunar en sannarlega munu þær breytingar eiga sér stað fljótlega en það er svona komin nýr vinkillinn, nýtt tilboð húsnæði og við fáum bara vita það fljótlega og þá mun ég gera grein fyrir því. Valdimar Birgisson hefur beðið orðið þetta til að ræða húsnæðismál góða hirðisins. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla nú ekki að ræða það. Ég ætla bara örstutt að bara fundargerðina almennt. Ég er búinn að koma svo oft upp og kvarta yfir því að það vanti skjöl og vanti fylgigögn. Nú fylgja þau með, þannig að ég ætla bara að þakka fyrir það. Þú veist alveg að fara að láta mig svitna núna, Valdimar, sko. Ég er bara, takk. Þá ætla ég að auglýsa eftir einhverjum eða bjóða það að ef einhver vil tala húsnæðismál góða hirðisins, sem Kolbrún Bæjarlóttur var að ræða á. Það er þetta orðið list það. Það er enginn sem vill ræða það frekar, þá er umræðan lokið. Þarna voru 2 önnur mál á dagskrá og það er rétt að gefa orðið list þau. Spennan eykst, ekkert birtist á skjánum og þá er þessi fundargerð lögð fram. Þetta var fundur í stjórn Sorpu. Hann var haldinn seint í nóvember og síðan tæpum vikum, mánuði seinna var haldinn fundur 20. desember og það er fundur númer 462 og ég gef orðið list þá fundargerð. Þarna er komin 2 nöfn. Það er Anna Sigríður sem fær fyrst orðið. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Takk fyrir. Já, mér langar til þess að biðja fulltrúa Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu til þess að fara yfir mál númer 1, stöð og úttekt Gæju og næstu skref. Hvað er að frétta þar? Já, það er rétt að reynda Stefán Ómar hefur beðið líka orðið en rétt að Kolbrún fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu svarið beint þessari spurningu sem var beint að henni. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti og þakka fyrir þessa spurningu. Sko, það er rauninni, það er ekkert nýtt að frétta af því. Það er ennþá bara eins og stendur þarna, úttektin er enn í gangi og rauninni bara verið að upplýsa stjórn Sorpu það hvernig hún gengur en það er bara rauninni verið að vinna og kannski stóra fréttin í því máli er kannski svo að það er aðeins orðið breyting á mannafla upp í Gæju og verið aðeins að bæta í eða það er að segja breyta aðeins, það er ekkert að vera að fjölga stöðugildum, það er aðeins búið að breyta og það er til hins betra og nýr aðili sem að sér eingöngu stöðina og hann kom inn og lýsti þessari úttekt sem er á Gæju en það er rauninni
meira verið að skoða sko, ábyrgðina, hver ber ábyrgðina og tryggingamál þeirra sem að komi að byggingu hússins, hvort að og eins að þeir sem seldu okkur lausnina, ICAN fyrirtækið í Danmörku, þeirra aðkomu að Gæju og þeirra eins og stóð í samningi að þeir áttu að reyna að vera okkur til hals og traust í 1 ár eftir að Gæja var sett í gang, en þeir náttúrulega það fór lítið fyrir þeim stuðningi sko, og svo náttúrulega kom COVID inn í þetta og menn voru ekki mikið hér á ferðinni, en það er verið að skoða allar hliðar á þessum samningum og bæði varðandi ICAN og svo ábyrgð þeirra sem komu að byggingu hússins. Þannig að þetta er heilmikið verkefni og mér sýnist það bara mjög fært fólk sem heldur utan þá vinnu. Þannig ég kem bara með bara niðurstöður í gögnum þegar það stjórn Sorpu fær það í hendur. Það er eina sem ég get svarað varðandi þetta. Já. Þá vil ég gefa þér orðið, Stefán Ómar. Vildir þú ræða þetta mál sem að þær voru að ræða, Anna Sigríður og Kolbrún? Já, takk fyrir forseti. Það var akkurat þetta fyrsta mál og bæjarfulltrúi Anna Sigríður opnaði það einmitt svona með svipuðum inngangi og ég hafði hugsað mér sem sagt hvernig þessi úttekt stæði eða hvað væri verið að gera og ef ég er skildi alveg hárrétt þá er þetta út af sem sagt myglunni sem kom upp og skemmdum á húsnæðinu. En ég er svona að velta fyrir mig líka og kannski fulltrúi okkar við Sorpu kannski veit eitthvað það. Ég er líka að velta fyrir mig sko hvernig þá staðan sem sagt í Gæju í augnablikinu meðan að þetta stendur yfir. Er verið að taka á móti efni til vinnslu sem sagt og að því að það var búið að koma áður þarna að hráefni sem færi inn í Gæju væri ekki nógu vel sorterað, nógu hreint, ég man ekki hvernig var orðað, til þess að moltugerðin væri ásættanleg og svo kemur þessi holskefla með þessa myglu sem svona alveg eins og þrumur heiðskýr í lofti og það er verið að vinna í því að reyna að finna út úr hvað til ráða þar og hvert að einhver berir beinlínis ábyrgð á því og það er bara fínt að sú vinna sé í gangi. En ég er samt að velta fyrir mér, er verið að taka móti efni til vinnslu engu að síður þó að húsið sé í þessu ástandi og þá aftur spurning sko, er það efni þá söluhæft eða nothæft? Hvert að fulltrúi okkar í Sorpu geti eitthvað svona aðeins frætt okkur þetta. Takk fyrir forseti. Já, Kolbrún hafði spurt starfseminni í Gæju meðan þetta ástand varir sem að Stefán Ómar var að nefna á hann og fleiri reyndar. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti, ég skal svara því. Það er ennþá verið að taka efni í Gæju og hún er í fullri vinnslu. Efnið er náttúrulega ekki nógu hreint eins og við viljum hafa það, en það náttúrulega mun leysast þegar við förum í sérsöfnunina á lífrænan úrgangi frá sveitarfélögunum. Og það eru breytingar líka sem eiga sér stað að nú fer allt efni í gegnum Gufunes eða þar sem móttökustöðin í Gufunesi. Áður var bílum hleypt inn á gólf bara nánast áður þess að þið færu í gegnum móttökustöðina í Gufunesi og það er búið að skerpa á allum ferlum varðandi það og nú fara allir bílar í gegnum Gufunesi. Nei, moltugerðin er ekki svo sem í gangi en það er alveg tekið á móti öllu efni og það er rauninni lítið verið að moltugera sem slíkt, það eru haugar úti, það er eiginlega búið að færa hana út sem stendur meðan að vera að laga, sem sagt á að laga rýmið sem að moltan fer fram í, moltugerðin og gerjunin sem á sér stað inn í þessum hólfum og þannig að já, stöðin er alveg í fullum gangi, moltugerðin er samt í lágmarki en það er verið að taka á móti og bara forvinna það rauninni þá er söfnunin á sér stað ennþá en hún er ekki í fullum afköstum, langt frá því og getur alveg, hún mun fara í full afköst bara og það tekur líka tíma, það var svo sem ekki búist við heldur á þessum árstíma eða þessum tíma frá því hún opnaði væri alveg endanlega komin í full afköst en þetta vissulega setur strik í reikningin
en þessar skemmdir eru í rauninni mest, þetta, eins og við myndum kalla þetta bara málingavinna, en þetta þetta ekki bara málingavinna í svona stóru húsi, þetta er bara málingin að flagna af bitunum, en bitarnir svo sem liggja ekki undir skemmdum, það þarf að pússa það upp, en þetta eru ykkur milljónir náttúrulega sem kostar að laga þetta. En Gaia í fullri vinnslu og efnið nothæft, það ekki eins nothæft eins og við viljum hafa það þegar eins og pokarnir að koma inn og efnið að koma inn í móttökustöðina þá það alveg orðið löngu ljóst og frá upphafi að moltan var ekki nógu góð, en það líka sagt og það upplýsingar sem ég hef fengið að það tekur líka tíma að koma því öllu saman í lag, og ég veit að fólk náttúrulega, vinnslan snýst það að moltan verði sem hreinust. Og við erum í rauninni ekki alveg komin þangað að við séum að fá efnisstraumana hreina upp í Gæju. En við erum að taka á móti, það ekkert lokað, það alveg full vinnsla í gangi. En já, þannig að við bara, þannig þetta vissulega búið að setja strik í reikninginn, en það engan bilbuga á fólki að finna þarna frá, og við ætlum að halda stöðinni gangandi og komast yfir þessa hnökara sem eru í gangi núna, og þetta ekki, menn líta ekki á þetta sem stórvænlegt þó að auðvitað þetta tjón og þetta kostar þetta pening en vinnslan á alveg að geta og mun halda áfram eins og staðan er. Já, Stefán Ómar, þú beðið orðið aftur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir hóstið, bara örstutt og takk fyrir svörin, Kolbrún, en því að þú nefndir að væri búið að flytja þetta út, og ég skil það mjög vel að sem sagt meðan húsnæðið svona innan, þá sé ekki hægt að vera þar innan þá miklu sem þar komu, en það búið að flytja þetta út, og þá velti ég fyrir mér eitthvað hætta á lyktarmengun þegar þetta komið út. Og að því þetta ekki söluhæft eða nothæft, hvað verður, safnast þetta þá bara upp fyrir utan Gæju, hvað verður efnið, það urðað eða hvað verður það sem að gerast þá núna þessa dagana og vikurnar þarna upp frá. Kannski bara ef þú hefðir örstutt það, þá takk fyrir annars. Hvað verður framleiðsluna, það eiginlega spurningin, Kolbrún. Efnið hefur hingað til verið notað í bara rauninni á svæðinu til að moka því yfir, notað í urðunarholuna reynina sem við höfum verið að nota, þannig að ég held að ég skal alveg segja að ég veit ekki alveg upp á 10 nákvæmlega hvað gert við efnið, en það er notað á staðnum, á svæðinu, af því það þarf að breiða yfir eins og við holuna og annað slíkt, en það er alveg verið að vakta það eins og staðan núna, að meðan að moltugerðin þarna úti, eða moltugerðin eða haugurinn þarna úti, að það er mjög mikið vel fylgst með allri lykt og lyktarmengun á meðan að þessum viðgerðum stendur. Já, við erum að ræða fundargerð nr. 462 á Storpu og þarna voru 3 mál á dagskrá. Það ekkert nafn hér á skjánum eða enginn búinn að, í allavega búið að klára umræðinu mál nr. 1, staða á úttekt Gæju og næstu skref. Orðið ennþá laust hinn málin eða einhverju vilja ræða það? Það kemur engin tilkynning hér á skjáin það, þannig að umræðinu lokið þessa fundargerð. Það er miðfundargerðin frá Sorpu sem við ræðum á þessum ágæta fundi, það kemur ein hérna á eftir. Þessi fundur var nr. 462 og sú fundargerð lögð fram. Og þá förum við í stjórn Strætó. Það var fundur haldinn, fundur nr. 350. Ég ætla að gefa orðið laust. Og Stefán Ómar, þú beðið orðið þessa fundargerð. Eða eitthvað mál á henni? Já, takk fyrir forseti. Það er fyrsta málið sem ber nafnið innbrot í tölvukerfi Strætó. Langaði svona aðeins að ef það fulltrúi okkar í Strætó, Ásgeir Sveinsson, geti svona bara aðeins brífað okkur það. Og þá ég að velta fyrir mér, maður náttúrulega heyrt í fréttum
Það komust þarna einhver óbrúknir náungar í gagnagrunninn og tóku eitthvað í gíslingu. Hafa þeir birt eitthvað af þessum gögnum? Maður hefur ekki heyrt af því í fréttum, en hefur eitthvað verið birt úr gagnagrunninum? Ef hann getur bara sagt okkur eitthvað til það. Örstuð, takk. Já, reyndar er samkvæmt fundargerðinni Rúnar Bragi þarna fulltrúi Mosfellsbæjar, en Fyrirgefðu forseti, ég er búinn að gleyma skiptingunni. Fyrirgefðu. Einhver þá kannski. Ég get svarað þessu, Stefán Ómar. Já, ég gefa þér orðið Ásgeir þegar beint spurningu til þín og þú varst nú áður hann í stjórninni og síðan fær Valdimar og Haraldur orðið, en þessari spurningu innbrotið. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já, ég er svolítið varamaður núna fyrir Rúnar í Strætó og fylgist vel með þeim málum. Eftir því sem ég best veit að þá hefur ekkert verið birt af þessum gögnum sem að þeir hóta að birta og það hefur líka komið fram í fréttum hjá framkvæmdastjóra og öðrum að það verður náttúrulega ekki gengið að þeirra kröfum, það er náttúrulega alveg ljóst og það liggur líka fyrir hvaða gögn það voru sem að hurfu úr gagnagrunnum og síðast en ekki síst að þá er það samt sem áður þetta veldur verulegum kostnaði fyrir Strætó vegna þess að það er fyrirtæki sem er að vinna í að aðstoða þá við að bregðast við þessu innbroti og það mun hlaupa á milljónum kostnaðurinn við að vinna út úr þessu máli. Þannig að ég veit ekki til þess að þeir séu búin að birta neitt og það er svona ekkert nýtt í málinu eftir því sem ég veit best og hefur komið fram í fundargerðum og í tali mínu við okkar fulltrúa Rúnar Braga. Ég vona að svari spurningunni, Stefán Ómar. Já, bara áður en ekki næsta manni bæjarfulltrúa orðið sem verður Valdimar Birgisson, bara rétt að nefna að þessi fundur haldinn 7. janúar og þeir nota sama fyrirkomulag í Strætó og Sorpu. Það er bæði fjarfundur og staðfundur. Það er sem sagt að fundurinn fór bæði fram á Hesthálsi 14 og í fjarfundi, hófst klukkan 11. Og það voru 8 mál á dagskrá en við ræðum fyrsta málið og Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi, þú beðið orðið undir þeim lið. Þannig ég ætla að gefa Afsakið, ég smelt að ég ætla ekki að tala um fyrsta lið. Nei, við skulum klára það bara. Haraldur, hann þarf ekki orðið eins og hann nefnir hér. Er einhver sem vil ræða þetta fyrsta mál sem að Stefán Ómar og Ásgeir voru að nefna? Það byrja ykkur að skrifa alltaf nafningaði eða tilkynningu til leiks þarna inn á spjallinu. Svo virðist ekki vera, þannig að því umræðum það máli lokið. En Valdimar, þú varst búinn að biðja orðið eitthvað annað, þannig að þú getur valið úr 7 málu núna. Takk fyrir það, forseti. Ég vil mál nummer 2 og mér langar svona, ég áttaði mig á því náttúrulega að fulltrúi okkar í Strætó er ekki hérna, þannig að það er kannski til lítils að vera að spyrja spurningar. Ég ætla að spyrja hann í áætlunum Strætó, forsendur, talað fjármál, samþykkta forsendur. Það er talað að það er að gera hagræðingar kröfu á Strætó upp á, hvað var þetta? 270 milljónir. 274 milljónir 2022 og sko, mér finnst þetta að skjóta nokkuð skökku við að núna að því að hagræðingar krafa eða hagræðing þýðir bara verri þjónustu. Það er bara styttri tíma sem er opið eða færri eða lengra á milli ferða og svo framvegis og mér sýnist að vera ákveðið að það eigi að stytta þjónustutímann og það er sagt í þessari líka. Það er sagt þarna að það sé ekkert óeðlilegt að þjónustutíminn sé styttur í samræmi við samkomutakmarkanir. En náttúrulega get ég ekki spurt okkar fulltrúa í Strætó, en mér finnst þetta mjög óeðlilegt að það sé núna þegar við erum kannski að sjá fyrir endan á COVID að það sé dregið úr þjónustu Strætó. Líka það sem við erum að fara í mikla uppbyggingu á Strætó, að á sama tíma erum við að draga úr þjónustunni núna og það mun náttúrulega þýða bara færri farþegar vegna þess að það sem vantar í Strætó er betri þjónusta. Já, Ásgeir Sveinsson hefði beðið orðið fyrir fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn Strætó og varamaður. Þannig að ég ætla að gefa þér orðið, gjör svo vel, Ásgeir.
Takk fyrir það, forseti, bara örstutt. Ég vona að ég heyri í mér, ég heyrði mjög lítið í þér, Bjarki, og mjög högtandi. Ég veit ekki hvort það er sambandi hjá mér eitthvað. Það er alveg rétt, Valdimar, að það liggur fyrir að hagræðingarkrafa vegna auðvitað þessa tekjufall sem hefur orðið og þessar langvarandi samkomutakmarkana. En það er samt ekki þannig að það sé eingöngu verið að skoða það að minnka þjónustuna og heldur það er líka verið að skoða til dæmis hvort það sé hægt að keyra með minni vagna og svo framvegis sem að muna gríðarlega miklu kostnaði. Þannig að það er verið að velta við hverjum einasta steini í þessu sambandi og við skulum sjá hvað kemur. Þessar umræður er ekki lokið í stjórninni en ég bara þekki að 2020 þegar við fórum strax í aðgerðir sem að auðvitað lutu þá að vissu leyti skerti þjónustu en það voru ýmsar aðrar leiðir sem hægt var að fara sem að gera það verkum að það þurfti ekki að skerða þjónustuna eins mikið eins og ella. En staðan er einfaldlega bara þessi að það er algjört tekjufall þarna út af þessu og það verður hægt að reka fyrirtækið og vonandi verður að fljóta rétt úr kútnum og þá verður hægt að breyta aftur þeim mögulegu skerðingum sem verður að þjónustunni til fyrra horfs. Vildi bara rétt benda á þetta að það er ýmsar leiðir í skoðun varðandi þessa hagræðingu. Takk fyrir. Já, orðið að leyst þetta mál sem að Valdimar og Ásgeir voru að ræða, fjármál Strætó, bið ykkur að tilkynningu til leiks ef við kjósið að ræða það mál. Við höfum rætt 2 mál þarna, það eru 8 eins og ég sagði áðan, orðið að leyst eitthvert af hinum málunum sem við höfum ekki rætt, fundargerð Strætó. Fundargerð Strætó frá 7. janúar. Það birtist ekki nafn hér en engin tilkynning hér á skjánum, þannig að umræðan er lokið þá og hún er lögð fram. Nú áfram höldum við förum, byrjum í Sorpu og svo fórum í Strætó og nú erum við komin á skíði. Því að það var fundur í svokallari samstarfsnefnd skíðasvæðanna, hann var haldinn 12. janúar síðastliðinn, það var fundur númer 397 og þar voru 3 mál á dagskrá og bið ykkur að ég veit ekki kynna hér á spjallinu ef þið viljið ræða eitthvað mál þar. 3 mál á dagskrá, já. Og þetta var fjarfundur sem hófst klukkan 8:33, það er mjög nákvæmt. Já, Valdimar, þú varst að biðja orðið þarna, ekki? Jú, ég ætla að fá, akkurat, takk fyrir það. Ég ætla að ræða mál nr. 2. Þar er sagt að það fari fram kynning á drögum samstarfssamningi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu rekstur skíðasvæðanna. Þannig er að vera búa til samstarfssamning rekstur á skíðasvæðanum og það búið að leggja drög af honum. Mér langaði að spyrja fulltrú okkur framhald á þessu máli, hvort þetta verður þá lagt fyrir bæjarráð til samþykktar eða hvort það verður litið svo á að þetta verður bara afgreitt þarna inn í samstarfsnefndinni. Já, það beint spurningu til þín, bæjarfulltrúi Ásgeir og fulltrúi Mosfellsbæjar í þessari nefnd. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Jú, það er rétt, Valdimar, að það hefur orðið áframhald á þessu máli. Það var fundur í morgun í þessari ágætu nefnd og það voru 1 fundur í millitíðinni. Þessi samningur, það verður endurnýja fyrir samning sem rann út núna 2021 og það eru nokkra breytingar á honum sem er svona verið að skerpa á verkferlum hver á að gera hvað og ég held að sé mjög til bóta þær breytingar sem er verið að gera á samningnum. Það er líka verið að breyta þeim fjármunum sem varðir til skíðasvæðanna á ári hverju. Þetta var áður föst tala en núna koma tillögur frá samstarfsnefndinni og þá frá forstöðumönnum í september hverju ári sem að þá lögð fram bara fjárhagsáætlun. Það geta verið mjög mismunandi eins og við þekkjum í þessum rekstri eins og öðrum, bara til dæmis fjárfestingarþörfin og annað slíkt. Þannig að sá samningur er nánast tilbúinn og hann verður lagður fyrir eigendavettvanginn og kemur síðan til kynningar ef ég veit rétt í bæjarstjórnum eða bæjarráðum bæjarstjórn. Og svo kannski eitt mál sem er bara rétt nefna þó að sé ekki inn í þessu, það sem hefur líka verið að vera að ræða í þessu, það eru varðandi lyftukaup í Skálafelli. Það var gert ráð fyrir upphaflegum áætlunum
í þessum stóra samningi sem var búið að það er keypt notulifta í Skálafelli, en umræðan núna í nefndinni hefur verið með þeim hætti að ég gerir ráð fyrir að það verið lagt til að það verið keypt ný lifta þar sem er auðvitað aðeins dýrara heldur en sú eldri og aðeins meiri upphafskostnaður en til lengri tíma litið þá held ég að það sé mjög gott fyrir okkur sem að erum og ætlum okkur að nota Skálafelli þegar það er komið ný lifta og verið að búa til snjóð þar með tilheyrandi tækjum. Vonandi að svara spurningunum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Valdimar, þú beðið aftur orðið þetta mál, ekki satt? Jú, takk fyrir. Já, þetta svara spurningunni, akkurat. Og takk fyrir að nefna liftuna. Fegin að það var þessi umræða var og við lærum af Akureyringum sem að keyptu notaða liftu og hún er kannski orðin dýrari heldur en ný lifta, sko. Það getur verið ódýrara að kaupa nýtt. Mér langar aðeins að sko að því að í þessu, ég fagna því að það sé verið að setja skerpa á stjórn skíðasvæðanna. Ég held að það sé mjög gott og fín vinna. Ég hef hins vegar efasemdir hvernig þetta er gert. Að það er að segja að þú talar að þetta verið lagt fyrir eigendavettvang, en náttúrulega þessi eigendavettvangur er ekki orðinn til, sko. Það verið að setja hann þarna á. Það var ekki eigendavettvangur hjá skíðasvæðanum, heldur var þetta bara nefndin ekki, ef ég skildi það rétt. Og mér finnst það svona mætti hugsa þetta betur, að þarna erum við með stjórn eða nefnd sem er skipuð pólitíkusum og svo eigendavettvangur sem er líka skipuð pólitíkusum. Ég held að megi einfalda þetta og þessi eigendavettvangur sé í raun og veru óþarfur. Já. Einhver sem að vill ræða þetta mál frekar, þetta var mál nummer 2, kynning á drögum að samstarfssamningi. Það virðist ekki vera, þá er umræðum lokið. Einhver sem vil ræða hinn málin 2 í þessari fundargerð, samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Það kemur ekkert nafn hér upp, þannig að þessari umræðum þessa fundargerð er lokið og hún er lögð fram. En á skíðunum förum við beint á fund sem var haldinn 14. janúar síðastliðinn. Það var stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Við höfum fengið oft svona fundargerðir hér inn á fundin og það eru auðvitað fólk af öllu landinu. Þetta er reyndar stjórnin, já. En að þessu sinni var bara 1 mál á dagskrá. Og það var kjarasamningur við félag grunnskólakennara og félag kennara og stjórnanda í tónlistarskólum. Þannig að ég ætla að gefa orðið laust þessa fundargerð frá 14. janúar. Það kemur ekkert nafn upp. Þannig að hún er lögð fram. Síðan kemur hér Sorpa í 3. sinn hér. Það er þrenna hjá Sorpu þessu sinni. Þessi fundur frá síðasti frá Sorpu, hann var nummer 463 og haldinn 14. janúar síðastliðinn og þar voru 2 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust þessa fundargerð og þessi 2 mál. Ekkert nafn kemur hér ennþá, engin tilkynning sér til leiks, þannig að þá lítið svo á að umræðum sé lokið og við leggjum þessa fundargerð fram. Þá er komið að 16. og síðustu fundargerð bæjarfulltrúar sem við tökum fyrir á þessum fundi. Það er það sem við köllum venjulega SSH. Það er að segja fundur í samtökum sveitarfélaga, stjórnsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þessi fundur var haldinn númer 535 og ég gef orðið laust og þarna er Kolbrún Þorsteinsdóttir búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Afsakið, forseti, þetta var undir síðasta fundargerð Sorpu, en ég er ekkert að þreyta ykkur meira á Sorpu ræðum, þannig að ég var á sein og en ég var ekki biðja orðið undir þessum lið. Nei, gott og vel. Er einhver sem vil ræða þessa síðustu fundargerð sem verður tekið fyrir í kvöld? Eitthvað nafn sem að kemur hér upp, ekki ennþá. Þannig að
Það nú Sveinn Óskar Sigurðsson, þú hefur beðið orðið þarna þessa fundargerð. Ég ætla að gefa þér það hér með, gjörðu svo vel. Takk að forseti, það fundargerð á 535. fundi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég kem undir 3. dagskrárlið, almennir samgöngur endurskoðun samkomulags frá 2012. Fundinn fyrir hönd Mosfellsbæjar sat bæjarstjóri Harald Sverrisson. Ég sé hvergi hérna á milli að hann hafi yfirgefið fundinn af því að stundum fara menn af fundum hérna. En þá reikna ég með að hann hafi þá setið undir þessum dagskrárlið og vil fá frá honum hvað var rætt undir dagskrárliðinu vegna þess að það alveg ljóst að samkomulagið sem gekk náttúrulega ekkert upp hérna frá 2012 við að tala að endurvekja það eða framlengja því í stöðu ástandsins hjá Strætó. Við vorum að klára fundargerð það hérna áðan og það ljóst að þetta samkomulag gekk út á Strætó, almenningssamgöngur. Þarna mættu 2 gestir á þennan fund, Birgir Björn Sigurjónsson og Guðrún Edda Finnbogadóttir og þar stendur niðurstaðan það var kynnt og ég nú að kíkja á þetta kerfi hjá okkur í fundargerðargáttinni og ég ekki að sjá að þetta skjal fylgi með. Þannig að forseti, það kann kannski bara einfalt óskum það að fá eitthvað frá bæjarstjóra hvað þetta fór fram. Já, það beint spurningu til Haraldar Sverrissonar bæjarstjóra og ég ætla að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk. Forseti, ég get glatt bæjarfulltrúa með því að ég satt þennan funda sjálfsögðu. Þó að það kom einstaka sinnum fyrir einhverju þurfa að víkja fundi, þá gerist það nú ekki þarna, þannig að það getur alveg rólegur. En þetta var verið að ræða þann samning sem var gerður hér fyrir 10 árum síðan sem að snýr það að ríkið veitti milljarði inn í starfsemi Strætó, þar sé almennir samgöngunnar. Það hefur komið til sjónarmið fram hjá SSA meðal annars að það þurfa að bæta í þennan samning og að það sé skynsamlegt að ríkið taki einhverju leyti þátt í rekstri borgarlínu, þess aukins kostnað sem það hefur. Því þetta sé ekki bara málefni höfuðborgarinnar og höfuðborgarsvæðisins, heldur líka málefni alls landsins, að samgöngur hér á þessu svæði, almennar samgöngur séu fullkomnar og í lagi. Og það var ekkert gagn sem fylgdi með. Birgir Björn og fulltrúi sem sagt í þessum viðræðum við ríkið og starfsmaður Reykjavíkurborgar einnig og þau voru bara svona að fara yfir þetta, hvernig þetta gengi og það svo sem ekkert sérstakt að frétta því. Já, það hefur nú ekki beðið orðið, jú, Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Já, ég get nú alveg glatt bæjarstjóra með því að ég hvorki hæstur nema kannski helst við að komast að horfa á leikinn hérna sem að hefjast aftur. En það hefur komið fyrir að menn hafa vikið á fundum, það alveg rétt þarna miðum fundum, en það gerist ekki þarna. En af því að við erum að ræða þetta mál per se að þá alveg ljóst að sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu virðist vera komin upp í vegg og er að leita að peningum hjá ríkinu enn og aftur. Og þá kannski spurningin svo, þetta frumstigi þessir endurskoðun eða þetta komið að það stig að þið sjáuð fram á að fá fjármagnið? Það nú kannski spurningin sem ég vildi fá svar við líka. Já, ég skil að svo að það sé verið að beina spurningu til Haraldar aftur. Gjörðu svo vel, Haraldur, til að gefa þér orðið. Já, það fjármagn í fjárlögum 2022 hjá ríkinu ígildi þess samning sem var hér gerður á sínum tíma. Það er að ræða þetta áfram og það vilji til þessu SSA að fá meira fjármagn. Já, nú hefur enginn sér hljóðs hér frekar þetta mál eða þessa fundargerð, þannig að nú komið að leiðarlokum hér hérna hjá okkur á þessum ágæta fundi, á þessum ágæta vetradegi.
og það er ekkert annað eftir að þakka okkur fyrir fundarsetuna ágætu bæjarfulltrúar. Næsti fundur verður haldinn 9. febrúar eftir réttar 2 vikur og ég segi bara eitt að lokum: þreyjum þorrann, og leið segi ég fundi slítið. Takk fyrir. Takk fyrir fundinn. Takk fyrir. Bless, bless.